Settur fundur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 19. desember. Við göngum til dagskrár og tökum fyrir fyrsta mál sem umræða skýrslu stýrihóps mótun stefnu í málefnum innflytjenda, hælisleitenda og flóttafólks. Samanburð 44. liðfundargerð borgarráðsins 14. desember 2017 og þá tekur fyrstu til máls borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir. Borgarstjóri og kæru borgarfulltrúar. Í ársbyrjun 2017 voru innflytjendur rúmlega 14% íbúa í Reykjavík, sem var talsvert yfir landsmeðaltali. Það því löngur en staðreynd að Reykjavíkurborg fjölmenningarleg borg og hefur verið aðili að netverkinu Intercultural Cities frá árinu 2014. Það að mínu mati nauðsynlegt og löngu tímabært að Reykjavíkurborg setji sér heildstæða stefnu í málefnum innflytjenda. Við alla umfjöllun hér hjá mér framundan ber að hafa þann fyrirvara að innflytjendur ekki einsleitur hópur. Þarfir innflytjenda jafn fjölbreyttar og annarra borgarbúa. Þó þurfum við sem borg að skoða þær hindranir sem innflytjendur mæta bæði í þjónustu borgarinnar en einnig til þess að þau geti notið sín í starfi. Starfshópur mótun stefnu í málefnum innflytjenda, flóttafólks og umsækjendum alþjóðlega vernd var skipaður í október 2016. Í hópnum áttu allir flokkar sem sæti eiga í borgarstjórn fulltrúa ásamt áheyrna fulltrúa sem skipaður var af fjölmenningarráði. Verkefni hópsins var ansi fjölbreytt en stærsta verkefni var að gera tillögu heildstæða stefnu Reykjavíkurborgar í þjónustu við innflytjendur og flóttafólk með þarfir ólíkra hópa að leiðarljósi. Hópurinn átti auk þess að kortleggja þá þjónustu sem nú veitt á vegum borgarinnar og skipa ábyrgðarsvið á þjónustu innan borgarkerfis. Við vinnuna átti að hafa virt samráð við hagsmunaaðila og þá sem koma að þjónustu við þennan hóp. Loks átti hópurinn að gera tillögu aðgerðaáætlun á grundvelli stefnunnar. Hópurinn hittist fyrst í lok október 2016 og fundaði samtals 19 sinnum og viðmælendur hópsins voru á 4. tug. Drög af stefnunni voru send út til umsagnar og bárust alls yfir 20 umsagnir bæði innan og utan borgarkerfis. Vinnan var byggð á fyrirliggjandi stefnu í málaflokknum, stefnumótun stjórnvalda og fyrirliggjandi lögum. Útgangspunkturinn í vinnu hópsins var mannréttindastefnan en í henni stendur að við alla stefnumótun hjá Reykjavíkurborg sé mannréttindastefnan og mannréttindahugtakið haft til grundvallar. Það því nauðsynlegt að hafa mannréttindastefnun í huga þegar drög að stefnu í málefnum innflytjenda eru lesin. Það þýðir margt, það þýðir meðal annars að Reykjavíkurborg stefnir að því að verða borg þar sem allir geta notið sín og tekið virkan þátt í samfélaginu óháð uppruna. Við viljum skapa saman samfélag án aðgreiningar þar sem allir fá tækifæri til að leggja sitt af mörkum og við lítum á innflytjendur sem auðlind í borginni og mikilvægan hluta reykjavísku borgarsamfélagi. Við unnum einnig stefnumótun út frá fjórþættu hlutverki Reykjavíkurborgar og litum á Reykjavíkurborg sem stjórnvald, Reykjavíkurborg sem atvinnurekanda, Reykjavíkurborg sem miðstöð þjónustu og Reykjavíkurborg sem samstarfsaðila og verkkaupa. Reykjavíkurborg sem stjórnvald á að tryggja öllum sanngjarna og réttláta málsmeðferð óháð uppruna og við þurfum að taka tillit til þarfa mismunandi hópa við alla stefnumótun. Auk þess stefnum að því að fara í aðgerðir til að auka kosningaþátttöku fólks af erlendum uppruna í sveitarstjórnarkosningum. Borgin þarf að móta sér heildstæða stefnu í túlka- og þýðingamálum og koma á fót sérfræðiteymi í innflytjendamálum sem starfar hjá borginni. Sem atvinnurekandi þurfum við að stuðla að starfsumhverfi þar sem öllum líður vel. Við þurfum að efla menningarnæmni í samskiptum, þjálfa starfsfólk til að þjónusta innflytjendur og svo þurfum við að meta fjölbreytta þekkingu og reynslu starfsmanna úr hópi innflytjenda, þar með talið tungumál og þekkingu þeirra. Við þurfum að vinna markvisst gegn fordómum og hatursfullri orðræðu á öllum starfsstöðum borgarinnar. Sem miðstöð þjónustu þurfum við að tryggja greiðan aðgang að þjónustu og skipuleggja þjónustu út frá þörfum ólíkra hópa, þar með talið innflytjenda
og þjónustan þarf að vera samkvæmt heildstæðri stefnu í túlka- og þýðingaþjónustu þannig að fólk eigi greiðan aðgang að þjónustunni. Við þurfum að leggja sérstaka áherslu á hóp barna innflytjenda í þjónustuveitingu. Við þurfum að efla fjölmenningarlega kennsluhætti, vekja athygli á þjónustu umboðsmanns borgarbúa og Reykjavíkurborg sem verkkaupi þarf að leggja áherslu á mannréttindi og fylgja eftir ákvæðum samþykktum keðjuábyrgð. Og sem samstarfsaðili þurfum við að gera húsnæði borgaranna aðgengilegt fyrir félagasamtök innflytjenda og styðja við starfsemi þeirra með markvissum hætti. Reykjavíkurborg þarf að eiga frumkvæði að samtala við ráðuneyti og stofnanir ríkisins til að ræða samvinnu og skýra verkaskiptingu í málaflokknum. Á það sérstaklega við þjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd sem Reykjavíkurborg þjónustar að hluta samkvæmt samningi við ríkið þar að lútandi. Mikilvægt að jafna aðstöðumun flóttafólks sem kemur hingað í boði íslenskra stjórnvalda og þeirra sem fá stöðu flóttamanns í kjölfar umsóknar alþjóðlega vernd. Eðlilegt þykir að sveitarfélög fái stuðning frá ríkinu vegna komu flóttafólks til samræmis við það sem gerist í nágrannalöndunum. Þá erum við að tala að þessi stuðningur þurfa að vera jafnvel í aðeins lengri tíma en hann núna. Ljóst að vinna þarf í sameiningu að lausn húsnæðismála fyrir fólk í hópi flóttafólks og hælisleitenda og þjónusta við umsækjendur alþjóðlega vernd sérstaklega vandasöm og mikilvægt að Reykjavíkurborg haldi áfram að byggja upp fagþekkingu og reynslu í málaflokknum, bæði innan þjónustumiðstöða og í skóla- og frístundastarfi. Loks leggjum við áherslu á samvinnu við ríkið við að veita innflytjendum og flóttafólki upplýsingar og þjónustu. Við leggjum til að ríki og sveitarfélög standi saman að stofnun miðlægrar upplýsingamiðstöðvar sem staðsett yrði á höfuðborgarsvæðinu og rekin í sameiningu ríkis og sveitarfélaga. Þar verði boðið upp á aðgengilega ráðgjöf til innflytjenda þjónustu hins opinbera, upplýsingar veittar réttindi og skyldur notendum að kostnaðarlausu. En viðmælendur starfshópsins voru allir sammála það að þetta væri mjög brýnt verkefni sem þyrfti að leysa sem fyrst. Ég tel að hér sé mjög mikilvægt að skrefa ræða en ein svona heildarstefnumótun í málaflokknum, þetta hefur verið stefnumótun á ýmsum málefnasviðum en ekki svona heildarstefnumótun. Hún veitir okkur sem stjórnvaldi ákveðna yfirsýn yfir málaflokkin og hefur allar aðgerðir á einum stað. Ég tel einnig að stofnun þverfaglegs teymis sem vinnur þvert á svið sé til þess fallið að bæta þjónustuna en í dag vinna fjölmargir sérfræðingar á ýmsum sviðum í málaflokknum og mjög mikilvægt að þeir auki sína samvinnu og samráð til að veita sem heildstæðasta þjónustu. Að lokum þá það ákveðin sýn sem að Reykjavíkurborg ætlar að sýna með því að líta á innflytjendur sem auðlind fyrir samfélagið. Sem fjölmenningarborg ætlar Reykjavíkurborg að stuðla að því að allir sem hingað setjast að til að búa upplifi sig sem Reykvíkinga óháð þjóðerni og uppruna eða trúarbrögðum. Ef að það tekst þá höfum við náð árangri í að skapa borg sem fyrir alla. Ég vil að lokum þakka öllum í stýrihópnum okkar fyrir þeirra vinnuframlag sem og starfsmanni hópsins og þeirra aðstoða sem okkur var veitt innan borgarkerfis, sérstaklega hjá mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar að öðrum ólöstum. Takk fyrir. Nú borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sabine Leskop næst á mælendaskrá. Borgarstjóri og kæru borgarfulltrúar. Ég tek undir með borgarfulltrúan Elínu Oddný Sigurðardóttur mjög gott samstarf í þessum hópi. Ekki síst þökkum við innlegg þeirra starfsmanna frá nánast öllum sviðum sem lögðu eitthvað til hér. Ég verð að viðurkenna að mér þótti það mikil áskorun þegar erindisbréf barst vegna þess að hér átti að huga að stefnu í málefnum innflytjenda og flóttafólks og umsækjenda alþjóðlega vernd. En mjög mismunandi hópa að ræða og engum þeirra í hag
ef umræðan blandast saman í einn graut, eins og gerist svo oft nú til dags. Starfshópurinn byrjaði þess vegna að tilraunum minni að ræða þessa hópa hvert fyrir sig, það sem það átti við. Grundvallarsýnin sem við unnum með var þá sú að flóttafólk þurfi sértækan stuðning í byrjun, en þá verði þessi hópur á einhverjum tímapunkti innflytjendur eins og allir hinnir. Því miður hefur Ísland í heild sinni og sér í lagi síðustu 2 fráfarandi ríkisstjórnir ekki sín neitt metnað í að vera aðlaðandi fyrir hámennta innflytjendur. Ekki það að innflytjendur búi ekki við mikil menntun, heldur höfum við engan áhuga að nýta okkur hana. Mesti vöxturinn í atvinnugreinum eins og ferðaþjónustu og byggingaiðnaði sem eru mannaflsfrekar en bjóða fá tækifæri fyrir hámennta fólk. Umræðan þessa dagana snýst mikið þjónustu við flóttafólk eða aðra útlendinga í samanburði við öryrkja eða aldraða. En hvernig eru nú blákalda staðreyndir í þessu efni? Í fréttabréfi ríkisskattstjóra má finna þær upplýsingar að á árinu 2015 voru 75% allra nýra skattgreiðanda erlendir ríkisborgarar. En kostnaður vegna félagslega framfærslu hefur aldrei verið lægri síðan fyrir hrun. Samkvæmt spám verður 4. hver landsmaður af erlendum uppruna árið 2065. Samt nefnir nýi stjórnmálasáttmálinn málaflokkinn ekki einu einasta orði, ekki einu. En Reykjavíkurborg hefur meira metnað en það. Sem dæmi má nefna mannréttindastefnuna, en einnig skýrslu sem kynnt var í síðustu viku aðgerðir vegna skotsa grunnskólakennaru. En þar að finna fjölda tillagna sem ríma nákvæmlega við þessari vinnu hér. Rauði þráðurinn í þessu starfi fyrir mig var eiginlega alltaf þessi stóra spurning á að hafa allt sér eða ekki. Svarið Reykjavíkurborg sem stjórnvald, sem atvinnurekandi, sem miðstöð þjónustu og sem samstarfsaðili og verkkaupi á ekki að gera upp milli borgarbúa samkvæmt uppruna þeirra. En til þess að geta nýtt sér þjónustuna eða tekið þarf stundum sértæka aðgerðir. Og ætla ég að koma aðeins inn á örfá dæmi úr þessum mismunandi köflum, sem eru samt mjög lýsandi fyrir stefnuna í heild sinni, vona ég. Við erum hér að tala Reykjavík sem stjórnvald. Með fjölmenningaráði og innflytjendaþinginu hefur Reykjavík nú þegar leitað eftir þátttöku innflytjenda í ákvarðanatöku borgarinnar. En, stóra en, allt þetta snerist nú mest innflytjendamál, eingöngu. Hingað til höfum við ekki nóg markvisst sóst eftir þátttöku borgarbúa af erlendum uppruna í öðrum málaflokkum. Sér í lagi hér hugað í þessari stefnu að þátttöku í næsta sveitarstjórnarkosningum. Á þessum 3 árum í borgarstjórn hef ég oft upplifað mjög útbreidda hugsun þennan málaflokk. Ef málið snertir á einhvern hátt útlending, þá því vísað til mannréttindaskrifstofunnar. Sama hvort það snerti reinan tónlistarviðburð eða kvörtun vegna sorphirðu. Og hvernig til dæmis upplýsingasvið hefur hingað til getað sinnt sínu starfi án þess að hafa þýðanda með hulinn ráðgáta. En stefnan leggur einmitt til verkefnisstjórn í þeim efnum. Við erum hér að tala Reykjavíkurborg sem atvinnurekanda. Hér spennt á nauðsyn þess að endurmóta starfsmannastefnu Reykjavíkurborgar. Hvernig við stöndum okkur gagnvart starfsfólkinu af erlendum uppruna, til dæmis varðandi íslensku kennslu og aðgang þeirra að því, hversu skilvirk hún en líka gagnvart starfsfólkinu okkar af íslenskum uppruna.
Það sem ég nefndi núna að það þarf að auka fjölmenningafærni hjá öllum. Það sem ég nefndi sem dæmi þarna þessi öllu vísu til mannréttindaskrifstofu, þetta mjög útbreidd hugsun og ég sá það daginn þegar ég verka bekkjarfulltrúi hjá yngsta dóttur minni og það komumst við að því að víetnamsku foreldrar taka aldrei þátt í starfinu og þá var sagt, æ Sabína, getur þú ekki ringt í þau? Ég tali nú ekki stakt orð í víetnamsku, en ég kann að tala við útlendingar. Ég treysti mér að ringi fólk þar sem ég hef ekki hugmynd hvort það skilur mig eða ekki. En þetta óöryggi sem mjög útbreitt meðal fólks almennt. En það snýst líka að nýráðningum. Það oft bent á nauðsyn þess að viðkomandi starfsmaður tali góða íslensku, en enginn getur sagt hvað þetta þýðir eiginlega fyrir starfsmanni í garðyrkju. Og það eru tillögur sem lúta að því, hvernig hægt að vinna í þessu. Ég tel því sérstaklega mikilvægt að öll börn í Reykjavík, bæði af íslenskum og erlendum uppruna, vaxi upp við að sjá innflytjendur í alls konar störfum. Hvernig eigum við annars að sannfæra þau að þau fá sömu tækifæri í lífinu og aðrir? Reykjavík líka miðstöð þjónustu. Og fyrsta akarinn í þessari stefnu svolítið hjartað í þessu starfi og hugsunarhátt. En það segir með leyfi forseta, Reykjavíkurborg skal eiga frumkvæði að því að ríkið í samstarfi við Samband íslenska sveitarfélaga opni upplýsingamiðstöð fyrir innflytjendur á höfuðborgarsvæðinu. Þessi aðgerð til þess fallin að uppfylla bæði skyldur ríkis og sveitarfélaganna. Sérstök skýrsla hefur reyndar verið unnið að beiðni velferðarráðuneytisins og var kynnt fyrr á árinu sem teikna upp slíka lausn, en síðan hefur ekki heyrst meir. Í þessum kafla einnig sérstaklega bent á aðstöðumun milli kvótaflóttafólks og stöðuflóttamanna, þar sem núverandi fyrirkomulag setur fólk með mikla þjónustustörf beint á ábyrgð sveitarfélaganna. Einnig eru skólamálin í brennidepli hér og rýma akarinn beint við skýrslu skort af grunnskólakennarum sem var kynnt í síðustu viku, eins og ég nefndi. Þarna til dæmis bent á hinn almenni bekkjarkennari þurfi aukinn stuðning, eins og við gerum nú þegar með brúarsmiðaverkefni. Við þurfum aukin áherslu á fjölmenningu í skyldunámi kennara og stuðning við foreldra af erlendum uppruna. Aukin vægi móðurmáls og íslenskukennslu og meira þátttöku í íþrótta- og frístundastarfinu. Að mínu mati stefnumótun í skólastarfinu Reykjavíkurborgar og skóla án aðgreiningu og hugsunarhátt sem á bak við þetta í raun og veru til fyrirmynd í allri vinnu líka innflytjendamál. Síðast og ekki síst við að tala Reykjavíkurborg sem samstarfsaðili að verkkaupi. Þetta eitthvað mikilvægsta hluti stefnunnar sem felst í því að Reykjavíkurborg hefur nú þegar tekið upp keðjuábyrgð í samstarfssamningum. Nú þarf að fylgja þessu eftir með eftirliti. Eins þarf að styðja grasrótarsamtök og gera húsnæði borgarinnar aðgengilegra eða bjóða stuðning á öðru sniði og vinna þetta í samstarfi við grasrótarsamtök. Einnig bendir hópurinn á mikilvægi þess að auka samstarf milli ríkis og sveitarfélaga á mörgum sviðum. Til dæmis varðandi hópa aldraða og öryrkja, þar sem bótakerfið tengt búsetutíma á Íslandi. Ég sjálf til dæmis hafði svo sem engar áhyggjur vegna hugmyndum að hækka starfsaldurinn til 70. Ég var búin að reikna þetta út. Ég þarf að dúsa í vinnu til 79 ára til að fá fullan ellilífeyri. Eins og ég hef nú þegar bent á, þá held ég áður að baráttan til dæmis baráttan kynjajafnrétti hjálpar okkur mjög mikið í þessari vinnu. Eins og við höfum lært að setja upp kynjagleraugun allstaðar, þá þurfum við einfaldlega að setja upp innflytjendagleraugun allstaðar í borgarkerfinu. Og þar sem við finnum að það halli á innflytjendur, þá þurfum við að grípa til aðgerða.
Ég dyrfist að vera svo framsækin að segja við þurfum jafnvel kannski kvótakerfi eins og við þekkjum til dæmis eins og við þekkjum í kynjajafnréttinu. Til dæmis í ábyrgðarstörfum í borginni, í nefndum og ráðum. Rökin sem að gæti fæst á móti þessu höfum við öll heyrt í tonnavís frá feðraveldinu þegar rætt kvennakvóta. Þannig setjum upp þessu gleraugun alls staðar. Þá hefur borgarfulltrúi Sabine Leskop lokið máli sínu og borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir næst á mælendaskrá. Forseti borgarfulltrúar. Mig langar nú bara að byrja á því að þakka fyrir samstarfið. Nú var ég ein af þeim sem voru í þessum stýrihópi og tel að hann sé að skila hér bara alveg ágætis afurð. Eitthvað sem að skiptir mjög miklu máli að sé komið á einn stað. Tekur reyndar undir það með Sabine að það auðvitað skrítið að tala þessa þrjá hópa saman af því þeir eru bara alveg óbúslega ólíkir auðvitað. Enga síður þá margt sem að auðvitað snertir þá og ágætt að hafa á sama stað og það nú farið í gegnum það hér. Ég held að það ekkert sem að okkur greindi neitt á í hópnum. Það var engin ágreiningur hvað þetta verið í skýrslunni og hvað ekki. Það voru engar tillögur að þetta vinna öðruvísi heldur en liggur fyrir að hafa verið gert hjá þeim sem að sátu í hópnum. Ekki auðvitað gerist það á fundum en það var þá útrætt þar. Þannig ég held að við séum með plagg sem að megi líta á sem nokkuð góða sáttum. En þar til við fáum þá ábendingar eitthvað annað. Mér langar aðeins að koma inn á það með, ég veit nú svo sem ég þarf ekki að gera það, en ég geri það nú samt og tek upp hanskan fyrir ríkisstjórnina og stjórnarsáttmála því þar talað flóttamenn reyndar. Það ekki talað alla hópana. En ég meina þarf að, þetta snýst nú líka, það ekki hægt að tala alla hópa í samfélögum. Það nú alveg eins og bara samstarfssáttmála meirihlutans sem hér situr. Það ekki talað flóttamenn í honum, ekki heldur innflytjendur. Það ekki eitt orð innflytjendur í sáttmála meirihlutans. Það kemur fyrir orðið fjölmenning. Já, ég meina það kemur fyrir orðið flóttamaður og mannréttindi í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Þannig að ég veit ekki alveg hversu góðum mælikvarði það að telja þessi orð, ég held að sé frekar andi þess sem maður les. Og auðvitað aðgerðir. Og ég held að það sé það sem flottast við þessa skýrslu sem við erum hér að kynna í draugum, að henni fylgir aðgerðaáætlun. Og ég held að það sé það nauðsynlegasta sem við þurfum. Það að skilja, hvernig bregðust ástandið svona, hvernig ætlum við að bregðast við því til að komast á næsta stað. Og mér finnst það eiginlega að gera þessa stefnu svona aðgengilegri en margar aðra sem maður les. Þetta ekki leiðarljós, þetta aðgerðaráætlun. Og það fullt af aðgerðum sem þarna hægt að vinna og í raun og veru hægt að tímasetja. Allavega auðvitað þarna margt sem þarf að vinna í samstarfi við ríkið, önnur sveitarfélög. Það þarf að skoða hvernig á að fjármagna marga hluti og þessi mál eru bara enga veginn í góðu ásigkomulagi. Ég held að við getum öll verið sammála það. Erfiðast fannst mér að heyra í þessari vinnu að það eru stórir hópar barna sem búa ekki við góð kjör og talið sérfræðingar telja að þau kjör séu lakari vegna þess að þar fólk sem ekki bara hefur rætur að rekja til landsins og hefur ekki stuðning af fjölskyldu eða vinum í samfélaginu og það auðvitað eitthvað sem
eitthvað sem við viljum ekki að sé og það þarf að aðstofa fólk við að leita sér stuðningi. Hann er að finna í einhverju mæli. Hugsanlega þarf hann að vera til í öðruvísi eða í meira mæli. Það er eitthvað sem auðvitað þarf að skoða. Það er svolítið talað samspil milli sviða, hvernig kerfin virka, velferðarkerfin, mannréttindasviðið, skóla- og frístunda og þetta þarf auðvitað alltaf að vera í endurskoðun og spurning hver á að taka hvað. En mig langaði bara að fylgja þessari stefnu úr hlaði eins og aðrir sem að hér hafa tekið til máls og bara læt þar við sitja. Við sjálfstæðismenn styðjum hana sjálfsögðu og vorum ekki með neinar athugasemdir við hana eins og hún liggur fyrir. Það var borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir lokið máli sínu. Það var einn borgarfulltrúi óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það er Sabine Leskop. Já, ég ætla bara að svara þessu fullyrðingu borgarfulltrúans Áslaug María Friðriksdóttir að það væri ekkert innflytjendur í sáttmálum meirihlutans. Það virkar ekki alltaf þetta með Google Leit með einu orði. Man þarf að lesa hlutina alveg til enda. Það er alveg fullt þarna, sérstaklega aðgerðir varðandi barna af erlendum uppruna, varðandi íslensku móðurmálskennslu. Það er rætt að leggja sérstaklega rætt við fjölmenningaráði og móttöku bara sem dæmi. Það var borgarfulltrúi Sabine Leskop lokið við það að veita andsvari. Þá telst andsvörin lokið og borgarfulltrúi á mælendaskrá. Já, borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, kæru borgarfulltrúar, mér finnst einhvern veginn alveg nauðsynlegt að segja nokkur orð þetta stóra mikilvæga málefni og þó ekki verið annað en að þakka hópnum sem að vann þessa skýrslu og þessa aðgerðaáætlun. Ég held að þetta sé það ótrúlega mikilvægt fyrir okkur sem að sitjum í stjórn Reykjavíkurborgar að átta okkur á ábyrgð okkar á að búa hér til samkeppnishæfa borg bara í alþjóðlegu samhengi. Við erum auðvitað að stefna í það að keppa fólk, okkur hefur vantað fólk, við höfum þó reyndar ekki tekið fólk í opnum örmum, einhverju hluta vegna, þá hefur okkur gjarnan vantað menntað fólk og fagna því þegar Íslendingar koma úr erlendum háskólum og þótt það mikill styrkur. En stundum þegar fólk með erlendan uppruna hefur jafnvel komið með menntun sem okkur hefur vantað, þá hefur við kannski ekki gert það á sama hátt. En ábyrgð okkar hér í Reykjavík finnst mér mikil vegna þess að rannsóknir hafa sýnt það að fjölmenning þrífst almennt best í borgum, stórum borgum og ef að stóra borgir vinna markvisst að því að láta fjölmenningu virka, láta fólk frá ýmsum heimshornum búa í sátt og samlyndi saman, þá getur skapast þar ótrúlega gróska og ótrúlega spennandi mannlíf og spennandi borgir. Og það þekkjum við viljum jú að fólk komi saman og hér séu aldraðir og ungir og fatlaðir og ófatlaðir og hugsið ykkur ef að við þann hóp bætist fólk sem hefur ýmsan bakgrunn, jafnvel alls konar menntun, alls konar reynslu sem getur komið inn í borgin okkar og aukað okkar atvinnulíf og menningu, trúarlíf, skóla og ýmislegt. Þetta er auðvitað ótrúlega verðmætt og við eigum auðvitað að vanda okkur gríðarlega við þetta því það er ekki bara þannig að þeir sem hinga flytjast þurfi að aðlaga sig á okkur, við þurfum að sjálfsögðu að aðlaga okkur að því að hinga kemur fólk með alls konar bakgrunn og kannski eitthvað sem að okkur finnst gjörsamlega sjálfsagt er þeim algjörlega hulið og við einhvern veginn segjum það aldrei. Þannig ég held að það sé ótrúlega mikilvægt núna að gera eins og er gert í þessari skýrslu að fara í gegnum alla starfsemi borgarinnar út frá okkar mismunandi hlutverkum
sem borg, þar sem fólk býr og sem stjórnvald og sem atvinnurekandi og sjá hvernig við getum gert og staðið okkur sem best því að þetta mikilvægt fyrir okkur öll og líka mikilvægt fyrir Reykjavík í samkeppni þjóða í framtíðinni. Mér fannst mjög góðu punktur sem að borgarfulltrúi Sabine Leskov kom inn á áðan varðandi gleraugun. Kynjagleraugun orðin mér mjög töm og reyndar nokkuð vön að vinna með fólki frá öllum heimshornum. En maður hefur samt, og ég hef samt oft, hefði oft mátt hafa gleraugun á nefinu og svona meiri skilning á mismunandi aðstæðum fólks. Og jafnvel þegar maður mætir sem atvinnurekandi fólki sem að koma með börnin sín í vinnuna eða fólki sem með mömmu sína sem þjónustukonu á heimilinu, þá ég að skoða það út frá minni menningu og mínum gleraugum og hvað mér finnst vera eðlilegt. En það kannski eitthvað allt annað sem er í gangi þar og þá getum við líka lært heilmikið og skilið. Ég hef líka alveg gengið út frá þessum vísu og allir viti að konur og karlar séu jöfn og það sem að konur segir sé jafn mikilvægt og það sem karlar segja, en það alls ekki sannleikur alls staðar. En okkur finnst alveg óþarfi kannski að segja. Og einhvern tíma var ég með hóp af fólki þar sem að konurnar vildi alltaf að karlarnir lyftu öllu sem var þungt og ég fór til þeirra að segja, þið getið ekki látið svona, hér erum við bara að vinna öll saman og karlarnir getið ekki bara lyftu öllu þungu. Þá segir já, en þeir eru með hærri laun. Það höfum við einhvern veginn aldrei sagt að það væri á Íslandi að það væri karlar og konur með jafn há laun og þess vegna værum við að vinna öll. Þannig ég held að við þurfum það margt sem við getum gert með skýrum aðgerðaáætlunum eins og hérna komið og stefnu og svona. En við þurfum líka bara öll að þora að spyrja og segja og hringja og það sem að Sabine Leskov borgarfulltrúi kom inn á líka. Þora að hringja í foreldrana sem að ekki mæta á foreldrafundi eða skemmtanir. Jafnvel að þora að hringja og bjóðast til þess að láta þau fá íþróttaföt sem þú tættir að nota eða taka barnið með á fótboltamót til Akureyrar af því að alveg eins og við gerum bara við vini okkar. En við erum stundum svolítið hrædd við það og það minnir mér svolítið á hvernig við erum stundum þegar við erum að ráða fatlað fólk. Við þorum ekki að spyrja. Hvað var það sem myndi henta þér? Hvað það sem við þyrftum að gera til þess að þér líði vel hér? Þannig ég held að sé bara mikil tækifæri þessu. Ég sannfærð það að hingað mun flytja fleira fólk því að hér að mótast mjög spennandi borg og við þurfum að taka tillit til þess í öllum okkar verkum. Við þurfum að horfa á þetta í samgöngum og í hönnun borgar. Við þurfum að horfa á þetta í auðvitað hvort að fólk hafi aðgengi að ráðningum en líka í skólakerfinu, í velferðarkerfinu, í menningunni, í sorphirðu, í nánast öllu. Við þurfum bara að íhuga. Nú fólk sem komið með allt annað bakgrunn en við, vant allt öðruvísi þjónustu og allt öðruvísi borgum og allt öðruvísi byggingum. Kannski getum við líka bara lært helling af því. Þá borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir lokið máli sínu og næstur mælendaskrá borgarfulltrúi Ingvar Mar Jónsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka þeim hópi sem stóð að þessari skýrslu. Hún mjög yfirgripsmikil og áhugaverð og það var mjög góð framsaga hjá borgarfulltrúa Elínu Oddnýju Sigurðardóttur. En í skýrslunni að finna mjög mörg göfug og góðmannleg verkefni sem Framsóknarflokkurinn styður heils hugar. Ég vil leyfa mér að gera athugasemdir við skýrsluna í stuttu máli og að vitna hér í nokkra liði skýrslunar með leyfi forseta og tilvitnun hefst. Tillaga stofnun embættis umboðsmanns borgarbúa. Skilgreina skal starfshlutfall mannréttindafulltrúa sviðanna og það átt við
svið borgarinnar og einnig verði skilgreindir sams konar mannréttindafulltrúar á miðlægum skrifstofum. Auka þarf kennsluráðgjöf, handleiðslu og sálfélagslegan stuðning til starfsfólks í skóla og frístundastarfi. Tilvitnun lýkur. Og að auki kemur mjög oft fram í skýrslunni að skipa skuli starfshóp og framkvæma rannsókn. Nú, af hverju að nefna þessi atriði? Jú, vegna þess að ég tel að það sé mjög mikilvægt að við gerð svona stefnu að það sé framkvæmt kostnaðarmat og gerð kostnaðaráætlun til þess að átta sig á umfangi verkefnisins. Og ég varpaði fram hvort að það liggi fyrir og ef ekki þá mæli ég með að það verði farið í þá vinnu. Nú, að lokum þá vil ég aftur vitna hér til skýrslunar þar sem segir og tilvitnun hefst, með leyfi forseta. Reykjavík skal eiga frumkvæði að því að ríkið í samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga opni upplýsingamiðstöð fyrir innflytjendur á höfuðborgarsvæðinu. Og þá velti ég upp hvað með innflytjendur út á landi. Það er kannski verið að mismuna örlítið þar, það er kannski að hafa það í huga. Og ég vil einnig varpaði fram að það er hugsanlega hægt að nýta betur bara þá innviði í samfélaginu sem fyrir eru í stað þess að fara út í það að opna sérstaka miðstöð fyrir innflytjendur og ég nefni sem dæmi þjónustumiðstöðvar borgarinnar, Vinnumálastofnun og svo bara aðrar stofnanir og önnur félagasamtök. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Ingvar Már Jónsson lokið máli sínu. Þá hefur borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Varðandi spurningar kostnaðarmat þá hefur sú fyrirspurn verið send út á sviðin og hópurinn mun hittast aftur á milli umræðna hér í borgarstjórn og fara yfir þau svör sem þaðan koma og endurskoða og forgangsraða aðgerðaáætluninni út frá því. Varðandi fjölda tillagna sem snúa að rannsóknum og frekari starfshópum þá var þetta bara það umfangsmikið verkefni að við sáum fram á að það þyrfti að skipa fjölmarga undirhópa sem að myndu kanna ýmis mál. Það er margt sem snýr til dæmis á vandkvæðum í skráningu. Þegar það var að tala kynjagleraugun hérna áðan þá er alltaf mjög auðvelt að skrá, eða í flestum tilvikum auðvelt að skrá þau kyn sem að fólk telur sig tilheyra, en það getur verið erfiðara uppruna. Erum við að tala erlenda ríkisborgara eða fólk sem er fætt annar staðar eða jafnvel annarra kynslóð innflytjenda, þannig að þetta er svona bara eitt af því sem við þurfum að skoða. Þannig að við höfum ofta eitthvað á tilfinningun en höfum ekki gögn til að styðja í rauninni svona þann grunn sem að margir hafa sem veita þjónustuna. Varðandi miðla við þjónustumiðstöðum þá er þetta nú hugmynd sem kemur fram í þessari vinnu sem að borgarfulltrúi Sabine Leskopf myndist á hérna áðan sem að velferðarráðuneytið er að vinna upp af ásins að hér sé mesti fjöldinn og mesta álagið á kerfinu og ég tek bara undir það að það sé alveg eðlilegt að það sé hægt að endurskoða þá fjármuni og það sem er verið að leggja til í verkefnu og jafnvel færa fólk til, en það er svona mjög mikil ósk að það sé aðgengi að þessum upplýsingum á einum stað og það eru fordæmi fyrir þessu víða í Evrópu og við leggjum til að þetta yrði prófað. Það var jafnvel sem tilraunaverkefni til að byrja með til að sjá hvort þetta myndi ekki svona liðka fyrir í þjónustunum. Það mætti sjá fyrir sér þá að ráðuneyti og Reykjavíkurborg og sveitarfélög myndi jafnvel bara færa til ákveðna fjármuni sem eru nú þegar í málaflokknum, þannig að þetta þyrfti ekki endilega að vera nýtt fjármagn. Ég vildi bara svara því líka. Það er borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir lokið við það veita ansvar, þá telst ansvörum lokið. Já, þá vill borgarfulltrúi Ingvar Már Jónsson svara ansvari. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka borgarfulltrúa Elínu Oddnýju Sigurðardóttur fyrir gott ansvar og ég vil einnig þakka henni fyrir það að taka
þessar athugasemdir mínar til greina og vona að þær fái framgang innan vinnuhópsins. Takk. Þá borgarfulltrúi Ingvar Már Jónsson lokið við það að svara andsvari og telst andsvörum lokið. Þá borgarstjóri óskað eftir því að taka til máls. Já, það alltaf seint. Þú verður að gera. Já, það seint. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vildi fyrst og fremst fá að þakka hópnum fyrir velun störf og góða skýrslu. Þarna eru svona slettir konkrétt mál sem ég held að við getum farið strax í og tekið upp viðræður við nýja ráðherra upplýsingamiðstöðina svo dæmi sé tekið. En ég held að þetta snúist líka að breyta hvernig við hugsum og hvernig við beitum okkur eins og borgarfulltrúi Sabine Lehmkuhl kom inn á hér. Og ég fagna bara sérstaklega viðbrögðum allra hér sem undirstrikar það að borgarstjórnin er öll tilbúin til að vera hluti af þeirri breytingu og við munum núna vinna áfram úr þessu og koma með aðgerðaáætlun á grundvelli þessara vinnu sem kemur þá til kasta borgarstjórnar á nýju ári. Þá borgarstjóri lokið máli sínu og borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir næst á mælendaskrá. Kæri forseti, kæri borgarfulltrúar, mér finnst mikilvægt að koma hér rétt upp og leggja nokkur orð í belg og þakka fyrir frábæra vinnu, virkilega skilmerkilegt og gott skjal og metnaðarfullt en þó raunsætt að sama skapi. Langar líka að þakka borgarfulltrúanum Elínu Oddnýju Sigurðardóttur fyrir að fylgja þessu vel úr hlaði og svo eins frábæri ræðu frá Sabínu Lehmkuhl sem að benda á marga hluti sem að ég hafði ekki sett þessi góðu glerugu upp fyrir og margir góði punktar. Og kannski bara að því sögðu þá vekur það mig líka til umhugsunar þegar borgarfulltrúi Sabínu Lehmkuhl nefndi hér að til dæmis í bekknum hennar oft bankaði hana og hún spurð, gæti þú ekki hringt í foreldra af erlendu bergibrotunum svo framvís, að þá það örugglega, eigum við það örugglega, höfum við orðið uppvís örugglega því við sem störfum með henni á vettvangi borgarinnar og eigum að taka það til okkar og auðvitað þótt að hún sé uppfull af fróðleik að þá þurfum við að verða klárari og vita meira og kynna okkur málin betur. Því eins og hér hefur komið fram eru innflytjendur stór hópur núna í Reykjavík sem betur fer. Hér hefur verið sagt að þau eru auðlind og þau koma með fjölbreytni inn í samfélagið og það svo sannlega rétt. Þetta svo sannlega ekki einsleitur hópur. Ég kannski bara kem rétt upp þá og nefni hér þau ráð sem að ég seti í að eins og inn í stefnunni talað auðvitað íþrótta- og tómstarráð þurfum við enn frekar að vinna betur að því að ná til barna með íslensku tungumál. ITR hefur verið að gera marga góða hluti með ýmsum verkefnum, með sérstökum styrk, veitingum og svo framvegis. Það sem kannski ég hugsa, þegar ég fór að hugsa, þegar ég fór í gegnum stefnuna, að kannski höfum við til dæmis aðeins svo mikið einblítt á eitt hverfi sem svo sannlega hefur þurft á því að halda, en ég held að við þurfum að horfa á þetta á víðar og eins þá íþrótta- og tómstafélög í öðrum hverfum og vinna það meira heilstætt af því að ekki veitir af og það er bara alls ekki til fyrirmyndar að okkur hefur ekki tekist að ná upp þáttöku og notkun á frístundakortinu. Þannig að ég fagna því að inn í stefninu talaði að leita nýra leiða til að gera það. Og mér finnst líka að ITR ætti að ríða á vaðið og það hefur auðvitað verið samstarfi ISI og IBR en ég vissum að við getum gert betur og þá ættum við auðvitað að vera að vinna með slíkum samtökum. Og að því ég siti í skóla- og frístundaráði þá eins og Sabínu Lehmkuhl borgarfulltrúi kom inn á þá að mínu viti finnst mér rosalega margt gott þar og virkilega metnaðarfullt starfsfólk sem vinnur á þeim málefnum. Kannski það mætti vera fleiri hendur. Það svona, ég sé fyrir mér að ef að vissar manneskjur færu sem eru svo miklir viskubrunnar færu á sviðinu SFS að þá veit ég ekki alveg hvar við stæðum. Þannig að við þurfum að líka sinna starfsfólkinu vel sem að halda utan sem mál
og einmitt brúarsmíðaverkefnið og fleiri verkefni sem að fólk heyrir ekki þegar maður heyrir þessu verkefni. Það ótrúleg vinna lögð til að gera betra og þarna, já, ég bara var meira að hugsa það verkefni. En svo sitt ég einnig í stjórnskipunar- og lýðræðisráði og þar held ég kannski og við höfum auðvitað mikið rætt málefni innflytjenda og þá kannski helst þurfum við til dæmis í lýðræðisstefnunni að huga því að ná til allra og eins þegar kemur bara þáttöku í samfélaginu og við auðvitað í því ráði leggjum mikið upp úr gagnsæi og þar þurfum við líka að ná til færri hópa og eins að bæta okkur í upplýsingagjöf og þá var mér hugsað líka til fundar sem við héldum með fjölmenningarráði á einhverjum tímabúndi að þar var talað einhvers konar handbók Reykjavíkur og ég veit ekki hvar þar stendur en ég man að því að mér þætti það virkilega til fyrirmyndar og bara sjálf ég bjó erlendis og þar fékk ég til dæmis bók sem bara fjallaði allt sem kom að Svíþjóð. Það var nú ekki lengra farið en Svíþjóð en þar var farið inn á, eða í okkar handbók þyrfti til dæmis að fara inn á eitthvað sem okkur finnst kannski skrítið en það geti verið öskudagur eða sundlugar eða náttfötaball því ég þekki sögur af foreldrum sem hafa fengið sjokk þegar barnið átti að fara á náttfötaball af því að það bara þekktist ekki þeirra kúltúr. Þannig að þetta svona bara litli hlutir en handbókin getur virkilega skipt máli og það til ég verði eitt af þá verkefnum í stefnunni. Já, bara, svo finnst mér mjög flott þessar skilgreiningar aftast í skjalinu og ég held að það bara við, hvort sem að Reykjavíkurborg þegar hún segir frá því að við höfum farið yfir þetta hérna í dag, að þá finnst mér að þetta megi koma fram víðar. Við vinnum inn í kerfinu en samt ég ennþá dálítið svona ofta átta mig á hvað hvað og hvaða skilgreining á við hvaða manneskju. En að lokum þó manneskjur og við viljum ekki fara bara eftir skilgreiningum og við viljum líka muna það að þetta eru manneskjur og við viljum fá þær sem flestar og styðja við þær. Og svo að lokum að því að við verðum líka að hafa að húmorinn líka við það að þá bara ef að fólk að hugsa hvaða dagur í dag og hvað eru margir dagar til jóla þá minni ég á að kíkja á Alibaba og kíkja á hvað eru margir dagar til jóla. Borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir loki máli sínu. Forseti biðst velvirðingar á því að borgarfulltrúi Sabine Leskop hafi óskað eftir andsvari. Það var bara misskilningur forsetans en ég hleypi þér hér með á mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Já, það var nefnt hér hvað þessi upplýsingamiðstöð sem við leggjum hér til í samstarfi við ríkið væri einhvers konar mismunun. Fólk á landsbyggðinni þá ætla ég bara að nefna það að árið 2001 þá var stofnað að frumkvæði félagsráðherra Framsóknarflokksins Fjölmenningarsetur á Ísafirði sem hefur verið starfandi þar alla tíð og að bjóða upp á frábæra þjónustu sem íbúum á höfuðborgarsvæðinu. Að vissu leyti aðgengileg en alltaf takmörkum háð. En þessi hugmynd hér að þessari miðstöð einmitt komin vegna þess að í ráðgjafastörfum sem Reykjavíkurborg hefur sinnt þá hefur einfaldlega líka komið í ljós að ég held það bil 70–80% allra erinda sem koma til borgarinnar sneri ekki að málaflokkum sem þjónustu borgarinnar heldur ríkisins. Sama átti við innflytjaþingum og allt þetta, þannig að það einfaldlega ekki hægt að aðskilja þetta og ég hvet ykkur að kynna ykkur þessi skissa sem aðgengilega á vef velferðarráðuneytisins sem leggur einfaldlega til algjöra uppstokkun á öllu kerfinu og þar með talið Útlendingastofnun og samstarfið milli ráðuneyta og hugsun á bak við þetta sem ég held að ætti öllum að vera ljós að virkar svolítið bjarkarlýðavæðing eins og ég myndi vilja kalla það sem fer fram rosalega gott samstarf milli mjög mismunandi stofnana að sömu málaflokknum og virkar. Þannig að ég hvet ykkur að kynna ykkur þetta og held að þetta sé til framfara. Það borgarfulltrúi Sabine Leskop.
lokið máli sínu og þá hafi ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við göngum til dagskrár og tökum fyrir annað mál sem umræðu málefni Árbæjar, Selás og Ártúnsholts. Það tökur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon fyrst til máls. Og hlustuði nú vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum óskað eftir þessari umræðu málefni Árbæjar, Selás og Ártúnsholts og við gerum ráð fyrir því að og höfum reyndar lagt fram tillögu í forsætisnefnd að ræðum fleiri hverfi þegar hér eftir áramót og þar á meðal Norðlingaholt sem við óskum eftir að rætt sérstaklega Nú við höfum nokkrum sinnum tekið málefni hverfanna við sérstökum hætti upp í borgarstjórn og okkur finnst það mikilvægt að á sama hátt og við ræðum hér mál sem snerta alla borgina, bara eins og síðasti dagskrárliður bar vitni það er auðvitað ræðum mál, stefnumótun sem snýr að allri borginni. Þá finnst okkur líka mikilvægt að ræða einstaka hluta borgarinnar, hverfi og þá förum við óhjákvæmilega út í kannski praktískari mál og bara varðandi hitt og þetta í hverfinum sem þarf að laga eða virkar vel og okkur finnst það eiga mikið erindi hérna á fund borgarstjórnar. Við ræðum það á milli okkar hvernig megi gera góðhverfi borgarinnar betri og ná eyrum hver annars getur við sagt með þessu og ekki síður embættismannanna. Þessa fundi situr borgarstjóri sem er okkar æðsti embættismaður og hann hefur í rauninni yfir öllum hinum embættismönnunum og starfsmönnum borgarinnar að segja og er þess vegna í lykilaðstöðu til þess að hlusta á það sem við höfum fram að færa hér í þessum sal og svo geri ég líka ráð fyrir því og veitir reyndar af því að margir af okkur samviskusömu embættismönnum þeir leggja líka við hlustir og hlusta á þessa fundi þó að þeir séu kannski ekki beinlínis í salnum meðan á þeim stendur og þess vegna er það mjög mikilvægt að við fjöllum málefni hverfanna og förum yfir það sem við viljum sjá að sé gert betur í þeirra málefnum. Nú að þessu sinni þá ræðum við fyrst Árbæjarhverfi eða Árbæ, Selás og Ártúnsholt og hverfi sem borgarfulltrúar þekkja væntanlega. Mjög gott hverfi sem hefur auðvitað sín sérkenni. Það hefur verið sagt að Árbæjarhverfi sé fyrsta stóra sjálfstæða úthverfið sem hafi risið í Reykjavík þar sem tekið mið af borgarskipulagi og þetta var fyrsta skipulagða úthverfið austan Elliða ánna og hverfið á sér þó lengri sögu en margir telja vegna þess að á 4. áratug síðustu aldar þá hóf Reykjavíkurbær, eins og var kallar þeim tíma, að leigja út landskika á Árbæjarblettum til ræktunar sem og sumarbústaðalönd. Smám saman risu þarna smáhýsi sem fólk voru að búa í allt árið og við getum sagt að það séu þá þeir sem bjuggu þar hafi verið frumbýlingar í þessu hverfi. Smám saman fjölgaði þessu fólki og það stofnaði framfarafélag sem barðist fyrir bættum aðbúnaði og þjónustu á svæðinu. Árið 1960 bjuggu 640 manns í hverfinu, þar að sjá Selás og Árbæjarblettum og þá voru svæðin vestan Elliða ánna og Fossvogurinn sem fyrir var að taka undir íbúðir að mestu fullbyggð og því sáu menn að það var rétt að hefja skipulagningu byggðar austan og sunnan megin við þessi mörk. Og þá litu borgaryfirvöld ekki síst til þess að það þyrfti að það yrði að skipuleggja nýtt hverfi, reikna með þéttri byggð og fjölmennri, svo hægt var að mæta vaxandi fjölda ungs fólks á húsnæðismarkaði. Auðvitað hefðu borgaryfirvöld getað litið til þess á sínum tíma að þétta byggð, það voru ýmis sóknarfæri ennþá vestan Elliðaánna, en það var ákveðið að byggja
byggja þarna úthverfi, svo má segja. Og það kannski réð því ekki síst að fjöldi fólks bjóð þá enn í óviðunandi húsnæði í Reykjavík og það þurfti að koma til móts við þarfir þess og menn sáu að með því að taka Árbæjarbletti undir íbúð og byggð þá væri hægt að byggja upp hratt, kannski mun hraðar en hægt hefði verið að gera ef menn hefði farið í reynt að leysa húsnæðisvanda unga fólksins þessum tíma með því að þétta byggð, treysta einvörðung á þéttingu byggðar vestan Elliðaána. Nú, 1970 voru íbúar Árbæjarins orðnir á 4.500 manns og Hraunbar hafði þá tekið við að Kleppsveg einu sem fjölmennasta gatan í Reykjavík og þetta var sjálfsögðu mikið barnahverfi og það má raun að segja að alla tíð þá hafi barnafólk sótt mjög í hverfi, það er barnvænt, þetta hverfi skipulagt með þarfir þess í huga og þarna var ákveðin nýbreytni við skipulagningu hverfis að það var greint glögglega á milli umferðar bifreiða og gangandi fólks þannig að miðað var við að börn gætu komist á leikvöll og í búðir og skóla í hverfinu án þess að þurfa að fara yfir götu eða minnst kosti margar götur. Öryggissjónarmiði voru sem sagt í hávegum höfð og það var gert ráð fyrir sérstöku leiksvæðum við flest fjölbýlishús og þarna þótti mjög takast vel til í Árbænum. Nú, Árbæingar eru mælingar hafa sýnt það að Árbæingar eru mjög ánægðir með hverfið og það eru margir sem hafa alist upp í Árbænum sem hafa kosið að búa þar eftir stofnuðu sjálfir fjölskyldum og maður finnur það þegar maður kemur í Árbæjarhverfi að það er mikill þorpsbragur þar ef svo má segja. Þarna eru öflug íbúðarsamtök og íþróttafélag og einstök stemning í þessu hverfi ef svo má segja. Nú og íbúatalan, það búa núna rúmlega 11.000 manns í Árbænum og það er að fjölga í hverfinu. Ég held að mér sýnist að íbúum þar hafi fjölgað 3% frá árinu 2015 þangað til nú, þannig að það er að fjölga þarna og það eru framkvæmdir í gangi sem munu leiða til enn frekari fjölgunar í hverfinu. Nú, borgin er með víðtæka þjónustu. Þarna í hverfinu eru reknir 4 grunnskólar og ætla ekki 9 leikskólar í hverfinu og þá er mjög blómlegt starf hjá íþróttafélaginu Fylki og við sjáum það þegar við förum yfir skólamál í hverfinu að þar eru margt áunnist, þarna eru góðir skólar. Það er reyndar kvartað yfir því að viðhaldi og endurbótum í þeim sé ábótavant og eins og víða í skólum borgarinnar en þarna hefur þá ýmislegt verið gert. Það er ánægjulegt að það er ekki langt síðan að viðhaldsframkvæmdir voru gerðar á Árbæjarskóla og skólalóðan þar var tekin í gegn og lóðir víðar hafi verið teknar í gegn en þar betur má þó duga skal. Nú, Fylkir er ekki bara með aðalstöðvar Fylkis eru í hinni svokölluðu laut við Fylkisveg og mjög öflug starf eins og ég sagði áðan. Félagið hefur líka með fimleikadeild og karate sem starfar í sérstöku íþróttahúsi í Norðlingaholti. Þar eru fimleikar og sjálfsvarnar íþróttir. Félagið rekur margar deildir og þáttaka í starfi félagsins hefur aukist ár frá ári. Nú, uppbygging af félaginu og endurbætur hefur verið svolítið í brennidepli og þar hefur ýmislegt áunnist og er von á fleiri hlutum. Nú alveg nýlega þá var gengið frá samkomulagi frekari uppbyggingu hjá Fylki að það er gert ráð fyrir því að gervigras með snjóbræðslukerfi og vökunarkerfi ásamt flóðlýsingu verði lagt á aðalvöll félagsins, aðalkeppnisvöll félagsins og þar verði girðingar lagaðar sem hafa verið í ólagi mörg ár, ný vallaklukka komi, mörk og varamannaskýli og fleira.
Einnig verði gengið frá áhorfendaaðstöðu en félagið reisti sérstaklega áhorfendastúku fyrir nokkrum árum en vegna þess að hún var vanfjármögnuð þá hefur ekki tekist að ganga þar frá með fullnægjandi hætti og þar hefur þurft að ljúka ýmsum framkvæmdum í tengslum við stúkuna. Reykjavíkurborg tekur myndarlega þátt í þessu með fylki og fjármagn þessar framkvæmdir og þetta snýst samkomulagið en í staðinn þá mun fylkir gefa eftir æfingasvæði sem félagið hefur haft til afnota milli Hraunbæjar og Bæjarháls hefur haft það til afnota í áratugi og í staðinn þá fær borgin þetta land og getur þá selt byggingarétt og fengið að þessu tekjur sem mun fjölga íbúðum í hverfinu og renna þannig frekari stoðum undir hverfið og þjónustu í því og fylkir mun byggja frekar upp í lautinni þessum hætti þannig að þetta er samkomulag sem allir eiga hagnast á, bæði borgin og fylkir og íbúar að sjálfsögðu þarna í hverfinu. Ég vil lýsa yfir ánægju minni með það að þetta samkomulag hafi náðst og muni komast til framkvæmda á næstunni. Mér finnst samt að þetta hefði mátt gerast áður. Bæði er það þannig að það var árið 2015 sem fylkir fór þess á leit við borgina að þetta er gert. Fylkir hefur átt allt frumkvæði að þessum framkvæmdum, að þessari lausn sem felst í því að það láti borgin hafa æfingasvæði og tekjur af því verði nýttar til þess að bæta aðstöðuna við aðstöðvar fylkis og keppnisvöllin þar. Fylkir óskaði eftir þessu 2015 og það var í mars það ár sem erindi fylkis var tekið fyrir í borgarráði og þá lögðu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins að það yrði tekið jákvætt í erindi fylkis og það var samþykkt að taka jákvætt í erindið en þrátt fyrir þessa samþykkt þá er í raun ekki verið að ganga formlega frá þessu máli milli fylkis og Reykjavíkurborgar fyrir núna í árslok 2017. Ég er einn af þeim sem hef stöðugt minnt á þetta mál og ég er mjög ánægður að sjá það í höfn en það er sjálfsögðu verið gaman að sjá þetta verða að veruleika fyrr. En það er semst verið að höggva á hnútinn í þessum efnum og ég vona að framkvæmdir komist að stað sem fyrst var þessi mál. Ég gerir ráð fyrir því að í samkomulaginu, ég hef nú ekki séð það samt alveg, ég gerir ráð fyrir því og ágæti borgarstjóri getur upplýst okkur það. Það er annað mál sem ég held að sé mjög mikilvægt að vera höggvið á hnútinn með og það snýst þessa áhorfendaaðstöðu hjá fylki, fylkisstúkuna en eins og mörgum er kunnugt þá er rauninni beinlínis krafa gerð til þess á fylki frá KSÍ að áhorfendastúka verði sett upp á svæðið eins og fylki réðst í en þegar að stúkan var byggð var hún rauninni vanfjármögnuð vegna þess að það náðist ekki nógu góður samningur hjá fylki stuðning við borgina og þá var sýnt fram á það að styrkur borgarinnar til fylkis myndi ekki ná að dekka kostnaði við stúkuna og það var ljóst að fylki var þannig ætlað að bera mun hærra hlutfall af framkvæmdakostnaði en önnur hverfisíþróttafélög í Reykjavík hafa þurft að bera vegna sams konar mannvirkja og við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðum ítrekað fram tillögur að þetta yrði leiðrétt. Við töldum ekki rétt að mismuna fylki varðandi framlög vegna byggingar á áhorfendastúku og það var samkomulag gert á sínum tíma milli fylkis og borgarinnar sem nam tæpum helmingi af byggingarkostnaði en þegar í ljós kom að það dygði ekki til þá fannst okkur Sjálfstæðismönnum rétt að það yrði leiðrétt af því að í tilviki annarra hverfisíþróttafélaga þá hefur borgin yfirleitt styrkt slíka framkvæmdir 80–100% af kostnaðinum og mér skilst og vona bara það sé rétt að í þessu samkomulagi felist að það sé þá uppgjör við félagið á því sem á milli ber þannig að félagið geti með sómasamlegum hætti klárað lokið framkvæmdu við þetta mannvirki og öllu í sambandi við það. Annað mál sem tók líka langan tíma það var
það þurfti að fjarlægja úrgangsstekkjakurl af Gervigarðsvelli Fylkis, það ekki keppnisvellinum heldur öðrum velli og það tók langan tíma líka en er búið núna. Við sjálfstæðismenn fluttum tillögu þetta en minnst að kosti einu sinni var tillaga þetta frá okkur felld og það var við undirbúning fjárhagsáætlunar 2016 en sem betur við sá menn síðan að sér og á árinu 2016 þá var þetta lagað þannig að og það ánægjulegt í sjálfu sér. Það ekki lengur úrgangsstekkjakurl af Fylkisvelli með þeim ókostum sem slíku fylgir. Nú félagið það hægt að tala lengi fylki og þýðingu félagsins fyrir Árbæinga. Það er auðvitað mikið en í þessu samkomulagi borgina þá felst líka að það verður skipað starfshópur til að ræða framtíðaraðstöðu fyrir félagið og það verður spennandi að fylgjast með tillögum starfshópsins. Það gert ráð fyrir frekari uppbyggingu félagsins að til dæmis að verði byggt fleiri íþróttahús fyrir félagið, 5 leikahús og ég held að við þurfum bara að velta því fyrir okkur að borgin sé fyrir sér að það verið byggt í lautinni með öðrum íþróttamannvirkjum félagsins og það sjálfur sér ágætt að hafa stórar og öflugar höfuðstöðvar en ég held að við þurfum líka að velta því fyrir okkur kostum þess að dreifa þessu eins og það hefur verið gert. Ég held að hafi á margan hátt komið vel út að hafa fimmleikadeildina og sjálfsvarnaríþróttir í mesthúsinu sem þá í Norðlingaholti. Það dreifir umferðinni og ég sjálfur sér ágætt að dreifa íþróttastarfseminni eitthvað þó á vegum sama félag sé vegna þess að við höfum tölur það á mörgum hverfum borgarinnar að þátttaka barna og unglinga í íþróttastarfsemi er minnst í þeim hverfum þar sem ekki boðið upp á slíka starfsemi og menn þurfa bara að fara yfir þetta en það eru sem sagt vegna þessa það rök í sjálfu sér að reyna að dreifa íþróttastarfseminni með einhverjum hætti. Nú Elliðaárdalurinn, við sjáum það að Elliðaárdalurinn er perla í borginni sem okkur ber að hlúa að og það ánægjulegt að sjá hve margir íbúar í Árbæjarhverfum eru áhugasamir að varðveita varðveita Elliðaárdalinn og stuðla því að þar geti verið sá fólkvangur sem hann og efla hann jafnir frekar í því skyni. Við borgarfulltrúar fáum reglulega ábendingar það sem betur má fara í hverfum borgarinnar og Árbæjarhverfi eru þar engin undantekning. Í tengslu umræðuna hér þá fékk ég ýmsar ábendingar það sem má laga. Í grunninn skynjar maður þó mikla ánægju Árbæinga með hverfið og margir þeirra vilja hvergi annars staðar búa en það ábendingar það sem má laga þar snúa helst að umferðarmálum, samgöngumálum og alls konar umhirðumálum. Það hefur til dæmis verið bent á það að það séu ekki nógu góð tengsl milli Árbæjarhverfis og tónlistarskóla Árbæjar sem núna komin í Krókháls. Þarna þurfa börn að ganga yfir stóra götu, það segja Bæjarhálsinn og þegar það snjór þá eru gangstegar oft ófærir þarna á milli. Það þarf að huga þessu, við þurfum að beini því til borgarstjóra og embættismanna sem kunna vera að hlusta, það þarf að huga að betri göngutengslum á milli Árbæjar og tónlistarskólans í Krókhálsi og þarna getum við líka velti fyrir okkur hvort að það sé mögulegt fyrir okkur að opna skólana í Árbæ frekar til þess að tónlistarkennslan geti farið þar fram í ríkari mæli sem auðvitað þá svona inni í hverfinu heldur en í Krókhálsi sem atvinnukverfi og ekki jafnvel tengt eins og gefur að skilja. Nú það talið, ég hef verið minntur á það að Árbæjarhverfi séu með snjóþyngstu hverfum borgarinnar. Það getur skafið vel í þau, ekki síst Selásinn og það talað ónógar hálkuvarnir, til dæmis í því veðri sem hefur verið á undanförnum. Talað ófullnægjandi snjómokstur fyrir neðan Selásbyggð sérstaklega í Þingás og Viðarási og íbúar hvetja til þess að
það sé hugað betur á þessum málum og þarna sé bæði snjómókstur og hálkuvarnir séu bættar. Nú, það er töluvert talað almenna umhirðu og það auðvitað víðar í borginni sem fá þar ábendingar að íbúar telja að umhirðu borgarinn hafi farið hrakandi á síðustu árum. Það þurfa að bæta garðslátt og umhirðu trjáa og beða, bæta girðingar, gangstéttar séu við að úr sér gengnar og þetta þarf auðvitað bara að laga og má þá auðvitað benda á það að með því að efla unglingavinnuna eins og við sjálfstæðismenn höfum oft lagt til hér í borgarstjórn þá væri hægt að standa betur á þessum málum og sinna þessum málum betur á því stuttara sumri sem eru hér í Reykjavík. Nú, það töluvert talað almenningssamgöngur. Árbæingar tala það að þeir hafi orðið fyrir skerðingu í þessu skyni. Það þurfi að bæta almenningssamgöngur við úthverfin. Þurfi að gefa fólki sem býr í úthverfum kost á að taka strætisvagna jafn og tækifæri til þeirra eins og þeir sem búa miðsvæðis. En hins vegar þá hafi strætóferðum fækkað úr Árbæjarhverfi á undanförnum árum. Og stóran hluta dagsins þá ekur vagninum að hálftíma fresti en sem er afturför frá því sem áður var og þetta gera íbúar athugasemdir við og óska eftir að þetta sé lagað. Og það er sjálfsagt að huga að því að mínu áliti að skoða hvernig við getum bætt almenningssamgöngur og strætisvagna þjónustu við Árbæinn. Ekki gott ef þetta er svona eins og íbúar benda á að þjónustunni hafi farið hrakandi. Hérna hef ég svona farið hratt yfir helstu málin sem ég sé við þetta hverfi og svona helstu ábendingar og athugasemdir sem hafa borist frá íbúum og ég hlakka til að taka þátt í frekari umræðu þessi mál með ykkur borgarfulltrúar góðir. Og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon loki máli sínu og borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir það að hverfaumræðan er hafin aftur. Ég var nýverið í Árbæjarhverfi í heimsókn og var þar með opinn íbúafund og það var góður andi og fín stemning í íbúum og enda margt sem hefur verið á döfinni og skemmtileg samstarfsverkefni. Ég ætla að hlaupa hérna á myndum úr hverfinu sem allir auðvitað ætti að þekkja. Þetta er ekki fjölmennasta hverfi borgarinnar en mjög samheldið og samstætt 11.000 sem þarna búa. Það eru tæplega 4.000 íbúðir en hverfið svona samkvæmt skiptingu borgarinnar er mjög víðfeðmt af því að heiðmörkin er nú felld þar undir eins og eðlilegt er. Það eru mjög gott aðgengi að útivistarsvæðum og opin leiksvæði eru allmörg og miklir göngustígar að sjálfsögðu og bekkir og ruslastampar. Í Árbænum er nokkuð góð aldursdreifing en þetta er ungt hverfi alltaf vegna þess að það endurnýjar sig reglulega og blokkirnar draga að sér barnafólk og það er svona jafnari aldursdreifing í Árbæjarhverfi þess vegna heldur en ýmsum öðrum hverfum sem þróast og þroskast yfir lengri tíma. Og það sést ágætlega þegar skoðað aldurssamsetningin í samanburði við meðaltal í borginni. Það er öflugt skóla- og frístundastarf eins og við vitum 600 börn á leikskólaaldri og tæplega 1700 nemendur á grunnskólaaldri. Árbæjarskóli gerði sér lítið fyrir á valsskrekk á dögunum sem endurspeglar auðvitað mikinn metnað og svona skapandi starf sem unnið er í þeim skóla en þetta er einn af stærstu unglingadeildarskólunum í borginni. En það er frumkvöðlastarf í öllum skólunum í Árbænum og mjög gaman að koma í það og finna metnaðinn sem þar svífur yfir vötnunum. Það er líka einn af styrkleikum hverfisins að Ársel er þar í miðju hverfisins sem var ein fyrsta sérbyggða félagsmiðstöðin í borginni og í raunar í landinu. Þar er metnaðarfullt starf eins og í frístundaheimilunum og gott samstarf. Við höfum verið að stækka skólahljómsveitirnar. Hún var í svolítið lægð í Árbæjarbreiðholti fyrir nokkrum árum en hefur verið í gríðarlegri sókn á undanförnum árum og
undir stjórn metnaðarfullrar forystu þar. Þannig að það voru komnir biðlistar og við höfum þess vegna verið að fjölga í sveitinni eins og öðrum sveitum og alveg frábært starf sem þar er unnið. Það er öflugt ungmennaráð eins og við þekkjum hér á borgarstjórn sem kemur reglulega með tillögur. Við höfum verið að gera ýmislegt svona skemmtilegt í hverfunum til þess að auka lífsgæðin, til dæmis að bæta skíðabrekkurnar. Og það var magnað hvað ein ýta, sem var svona viku, halva mánuð að því, að breyta aðeins lögurinn á henni gömlu góðu skíðabrekku í Ártúnsbrekku. Þannig að henni helst betur á snjó og hún er betri bara öllu leyti og miklu vinsælli fyrir vikið. Svo eru þessar einföldu skíðaliftur auðvitað gulls í gildi fyrir krakkana. Ekki síst þá sem eru svona aðeins að byrja og fóta sig, en þetta er mjög skemmtileg dagradvöl fyrir fjölskyldur sem ég mæli með að fara í litlu hverfisbrekkurnar í borginni. Það er strandblakvöllur, svona eiginlega nánast í leyni fyrir ofan sundlaugina, sem að ég mæli með fyrir fólk að prófa ef það hefur ekki prófað. Það er annar þarna og hinn er í Laugardalnum. Þetta er sem sagt úrvar strandblaksandur sem var fluttur inn sérstaklega út af smáþjóðleikunum sem við nýttum í þessa velli og mjög skemmtilega. En það er ekki allir sem áttar sig á því að miðstöð blaks eldra fólks er í Fylkishöllinni. Þar af einhverjum ástæðum hefur mikið stundað af blaki þeirra sem eru komnir svona af keppnisaldri, en þeir láta sig, það er nú ekki stoppa sig að keppa í svona old boys og old girls mótum sem fyllir Fylkishöllina reglulega. Og Elliðaárnar eru auðvitað í hjarta Elliðaárdalsins. Það er gríðarlega skemmtilega búið að frístundastarfi fatlaðra ungmenna við Rafstöðaveg núna síðustu ár. Þessi starfsemi var búið að sprengja utan af sig hitthúsið og þar er líka aðstæðan erfið að því hún er að hluta til í kjallara og þó það sé lyfta að þá var ekki algjörlega öruggt að vera með starfsemi eða þjónustu fyrir svona mörg börn þar. Þannig að núna er þetta komið þarna í Elliðaárdalinn í mjög skemmtilega og björtu húsnæði og mjög gaman að koma þarna og finna stemninguna. Nú það eru 7 grenndarstöðvar í Árbæ og byrjaði að samna gleri í nokkrum þeirra. Við höfum verið að smá bæta alltaf við á útivistarsvæðunum, bæði stígum og svona hvíldaraðstöðu sem að fótafúnir fagna mjög, sem að því allir vilja halda áfram að hreyfa sig í dalnum þó að aldurinn færist yfir. Og það má eiginlega segja að næst útivistarsvæði eru þá svolítið Rauðavarsvæðið og Hólmsheiðin sem er verið að bæta alltaf þjónustuna við. Árbæjarsafnið er auðvitað í miðju hverfinu og það er nýbúið að rýmka opnunartíma safnsins og það er opið á veturna núna og 60 ára afmælinu var fagnað um daginn sem var mjög skemmtilegt. En það er verið að velta fyrir sig hvernig þetta tengja dalinn og safnið ennþá betur og Orkuveitan er með plön hugmyndasamkeppni hvernig er þetta að gera rafstöðvarþyrpingunni sem er eiginlega öðrum þræði minjasafn til góða. Jafnvel endurreisa gömlu virkjunina. Hlut til þess að halda henni við, en hluta til svona til þess að hafa þetta í gangi. Nú, það hefur verið auglýst eftir hugmyndum áhugasömum varðandi toppstöðuna, það hefur verið að vinna úr því. En það þarf að gera henni eitthvað til góða, hún er hryggða mynd eins og hún er núna, en gæti orðið mjög skemmtileg og spennandi að sjá hvaða hugmyndir koma þar inn. Við erum með frábæra þjónustumiðstöð í Árbænum sem deilir húsnæði með heilsugæslunni sem er mjög skemmtilegt kombó og þar eru þetta veitt alþjóða þjónusta. Það var frábær yfirferð yfir lýðheilsu markmið í hverfinu á þessum opna hverfafundi og gaman að sjá hvað eru mörg og skemmtileg verkefni sem tengjast heilsueflingu í hverfinu. Þjónustan fyrir eldri borgara er 105 er sérstök að því leyti að henni er sinnt af Árseli
og frístundarhlutanum en ekki velferðin eða þjónustumiðstöðin og það svona í tilraunaskyni og alltaf gott að koma þarna. Borgarbókasafnið í árssafni sem hluti af ársnum sem miðkjarni. Þegar leigusamningur rennur út þá hugsanlegt að það sé ástæða til að færa safnið meira inn á miðsvæðið eða í samspil við fylki eða söfnuðinn sem að fara að byggja við þessi safnaðarheimili eða ársel og það verður skoðað þegar þar að kemur. Borgarbókasafnið búið að breyta upp á alls konar nýmælum og gaman að fylgjast með því. Það alls konar ritsmiðir og lesingir og ég veit ekki hvað á Borgarbókasafninu. Fylkisvæðið auðvitað hjartað í lífi barna og ungmenna, allavega mjög margra í árbænum og gríðarlega háar iðkendatölur hlutfallslega með barnafjöldan. Það frístundavagn á vegum fylkis og sem gengur alla virkadaga en auðvitað býsna örugga göng- og hjólaleiðir úr skólunum á fylkissvæðið jafnframt. Við vorum að klára samning við fylki þar sem við tökum að okkur að leggja gervigras ásamt snjóbræðslu, vökunarkerfi og flóðlýsingu og framkvæmdirnar í tengslum við aðalvöllum verða þá svolítið kláraðar. Í staðinn þá byggjum upp Hraunbæ Bæjarháls, það sú tillaga að fara í auglýsingu, væntanlega bara í borgarráði á fimmtudaginn. Síðan það sameiginlegur hópur sem að forgangsraða brýnum verkefnum og það hugsunin sú að hluti söluandvirðis slóðarinnar renni til frekar uppbyggingar. Því hefur ekki verið forgangsraðað en verður unnið núna á að skila í lok febrúar næstkomandi. Hérna má sjá deiliskipulagið eins og því var breytt. Það svo sem ekki dramatísk breyting aðalega verið að setja inn þessi möstur. Það voru nokkrar áhyggjur í nærumhverfinu af flóðlýsingunni. Það verið unnið með það og það sett inn í deiliskipulagið bæði takmarkanir á æfingatíma á þessum velli því að þetta neðri völlurinn áfram til og síðan verður notað svona LED-tækni til að stýra lýsingunni miklu betur en áður hefur verið hægt að gera. Sundlaugin í Árbæ auðvitað frábær og gríðarlega mikið notuð af fólki á öllum aldri. Þar var ein af tillögunum í hverju mitt sem sló í gegn var kaldur pottur. Það kemur kaldur pottur núna í Árbæjarlaugina og munu margir fagna því. Og ég hitti verðandi laugarstjóra í gær og hann sagði að hann hefði myndi verið á hönnunarfundi til þess að ákveða hvernig staði verða því. Það landsmót hestamanna í Víðidalnum næsta sumar. Ágætt að auglýsa það og minna það. Það skapar skemmtilega stemningu í borginu og hverfinu. En ég ætla aðeins bara að hlaupa yfir þetta nú allt hluti sem þið eigið að þekkja en við útlutum lóð hérna fyrir íbúið fyrir eldra fólk við Hraunbæ 103 sem það hefur verið að vinna með binganefndatekningarna þar. Þetta skipulagið Hraunbæ Bæjarháls sem að fara í auglýsingu. Nokkuð stórt svæði sem áður var notað sem knattspyrnuvellir og þarna mun rúmast 150 íbúðir eða manni og búið að útfæra það skemmtilega. Það líka að klárast í gegnum skipulag fyrir 200 íbúðir upp í Norðlingaholti við Elliðabraut sem ætti þá að fara í gang fljótlega á næsta ári. Við höfum verið í ýmsum framkvæmdum, við höfum verið að tvöfalda stígakerfið í Elliðaárdal, þar að segja aðskilja hjólandi og gangandi sem mikilvægt út frá öryggi og svo þetta bara svo vinsælt. Mjög vel tekið og það verið að byggja upp hjólastíg í stað reiðstígs milli Reykjanesbrautar og Höfðabakka. Við erum búin að vera að malbygga náttúrulega met ári í malbyggun á þessu ári og verður ennþá meira næst ár, meðal annars í Árbænum. Það svolítið skemmtilegt að við vorum að reyna að endurgera gamla stokkinn. Hérna verið að gera hann uppaflega og þá var verið að leggja mó hérna til einangrunar.
í höndunum og svona þetta gert núna. Öflugir vinnuflokkar á stór rör. En það verið að vinna við hljóðvistamálin, þið munið kannski eftir fréttum þau úr Selárskóla. Það líka verið að huga því í Árbæjarskóla eins og í öðrum skólum. Við erum aðeins að fríska upp á skólalóðunum við Selárskóla. Hún hefur verið svolítið gagnrýnd og þykir ekki að flott og aðrar og það er alveg rétt. Við erum síðan að auðvelda krökkum að hjóla í og úr skóla og setja hjólastaðaboga á lóðir þar sem það vantar. Við erum síðan í aðgengisátaki í öllum sundlögunum. Ég veit ekki hvort það við tekið eftir í það, komið mjög gott aðgengi í Laugardalslaug og þetta núna nýju sundhöllinni. En í Árbæjarlaug og Vesturbæjarlaug og Breiðholtslaug á að gera svipaða hluti. Breiðholti held ég að sé fyrst í röðinni ef man rétt, en svo kemur Árbæjarinn og Vesturbæjarinn á næsta ári. Árbæjarkirkja, eða söfnuðurinn öllu heldur, að huga að stækkun á safnaðarheimilinu. Eins og sést hér á þessari mynd, tímasetningar liggja nú ekki alveg fyrir. En þegar ég var á íbúafundunum þá var ég að fara yfir verkefni sem hefðu verið kosin í betra hverfi en í millitíðinni búið að kjósa milli verkefna og það voru mjög skemmtileg verkefni í Árbænum sem urðu fyrir valinu. Ég ætla ekki að fara yfir borgarlínumálin þó ég hafi gert það á íbúafundunum með íbúunum en nefna það að hverfiskipulagið að vera klárt fyrir Árbæ, það verður fyrst í röðinni og það var mjög gott að finna viðbröðin hann á fundinum því að það búið að fara fram svo mikið samráð hverfiskipulagið, það var ekkert hann sem kom fólki óvart eða það bara eitthvað sérstaklega kvíðbúa fyrir en það í raun búið að setja svona þau mál sem hefðu getið orðið mikið deilumál til hliðar í þessu og ákveða fókusera á það sem að fólk sæmilega sammála og þetta verður núna kynnt á sérstakri sýningu upp í hverfi og í 6 vikur þannig að hverfisbúar geti kynnt sér þetta í eins miklum smádrifum og þeir vilja og þetta verður verklagið varðandi hverfiskipulagið og á að tryggja að þau séu unnin í eins góðri sátt og kostur Takk fyrir. Þá er borgarstjóri lokið máli sínu og borgarfulltrúi Skúli Helgason næstur á mælendaskrá. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætlaði rétt að bæta í örstutt varðandi málefni þessa borgarhluta Árbæjar, Selás og Grafarholts. Nokkur atriði til viðbótar við það sem að borgarstjóri hefur farið vel yfir í sínu máli og málshefjandi, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Eins og með þekkja þá mikil uppbygging í Grafarholtinu. Þarna að rísa dalskóli sem að verður einhver glæsilegasta skólamannvirki landsins og mikilvægum áfanga vonandi náð næsta sumar þegar að fyrsti hluti grunnskólabyggingarinnar á að vera tilbúin. Tímalínan þar miðast við að júlí næstkomandi að þá sé þessi fyrsti hluti annars áfanga eins og hann kallaður tilbúin og verður mikilvægt að geta tekið hann í notkun og til framkvæmda fyrir næsta skólaárs. Nú áætluð verklok grunnskólabyggingarinnar í heild sinni eru síðan ári síðar. Og það hefur verið gaman að fylgjast með verkefni sem að full þörf á því að minnast á hér í borgarstjórn sem að til mikilla fyrirmyndar og tengist málinu sem við ræddum fyrst á fundinum. En Árbæjarskóli, frístundamiðstöðin Ársel og þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts hafa tekið höndum saman og þróað og innleitt afbragðsgóða móttökuáætlun fyrir börn með annað móðumál en íslensku. Til mikillar fyrirmyndar og eftirbreytni fyrir aðra þá sem að starfa í þessum málaflokki annars staðar í borginni.
Nú, það hefur verið svona ákveðin til umræðu nemendafjöldi og svona mismunandi staða einstakra skóla á þessu svæði, sérstaklega kannski hort til annars vegar Sæmundarskóla og hins vegar Ingunnarskóla. Verið talsverð fjölgun í Sæmundarskóla á undanförnum misserum sem hefur skapað þrýsting á aukið húsnæðan á sama tíma fækkun viðvarandi í Ingunnarskóla og þetta hefur eðlilega stillt svona tekið fókusinn yfir í skóla hverja mörkin á milli skólanna og hvort að það væri til þess að breyta þeim til þess að skapa betra jafnvægi í nemendafjöldanum. Það er ekki ennþá orðið samstaða tilteknar breytingar í þeim efnum en fullt til þess að vera vakandi yfir þessu og skoða hvort að ekki þurfi að taka þetta upp á allra næstu misserum eins og við höfum gert annars staðar í borginni. Vildi líka vekja athygli á mjög skemmtilegri vinnu sem var unnin að tillögu ungmennaráðs að bæta skilyrði til útivistar á Rauðavatnssvæðinu. Þar liggja fyrir prýðilega tillögur sem hafa hlotið brautagengi bæði hjá íþrótta- og tómstundaráði, hjá skóla- og frístundaráði og sviði og umhverfis- og skipulagssviði en þá eftir að koma þessu í endanlegan farveg og tryggja fjármagn til einstakra verkefna. Varðandi frístundamálin þá frístundamiðstöðin Ársæl að reka sem tilraunaverkefni félagsmiðstöð eldri borgara. Það vísa veginn inn í kannski breytta framtíð varðandi stjórnsýslu og skipulag og umsjón með frístundastarfinu í heild sinni. Mér áhugavert að sjá hver reynslan verður á því og hvort að það opnar á breytingar annars staðar í borginni. Og svo má vekja athygli á því að í þessum ört stækkandi borgarhluta þá hafa menn bent á það að skólaþjónustan hafi kannski ekki vaxið til samræmis og mikilvægt sé að sú þjónusta sem verið að veita í þeim efnum og hún haldist í hendur við íbúafjölda og þjónustu eftirspurn ef svo má segja og mikilvægt að halda þessu til haga í þeirri skoðun sem nú stendur yfir á breyttu fyrirkomulagi skólaþjónustunar og betri og nánari tengingu við starfsemi skóla- og frístundasviðs. Nú rétt í lokin varðandi leikskólamálin, það gott að geta sagt frá því að það hefur gengið betur upp á síðkastið að mæta ráðningavandanum sem var og hefur verið þungur í haust. Í dag eru 9 af 11 leikskólum á þessu svæði fullmannaðir en í þeim 2 leikskólum sem eftirstanda vantar að manna innan við 2 stöðugildi á hvorum stað. Það í samræmi við það sem við erum að sjá annars staðar í borginni, þar sem verulegur árangur hefur náðst núna upp á síðkastið undanfarnar vikur við að manna lausar stöður í leikskólanum. Að öðru leyti þakka ég fyrir umræðuna, ágætt að varpa ljósi á stöðuna í einstökum hverfum borgarinnar. Þá borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu. Þá ekki fleiri hvatt sér. Jú, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka Degi Bjarkessyni borgarstjóra og Skúla Helgasyni borgarfulltrúa fyrir að leggja hér orði í belgum þetta málefni Árbæjarhverfis, Selás og Ártúnsholts. Nú Skúli Helgason borgarfulltrúi kom síðan inn á Grafarholtið, fjallaði hér málefni Sæmundarskóla og Ingunnarskóla og þess hverfis og það var ágætt að fá það viðbót en þess má geta við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum lagt til að eftir áramót þá verði farið fram sérstök umræða málefni Sæmundarskóla, málefni Grafarholts og Úlfarsárdals þess hverfis og þá gefst örugglega betra tækifæri til þess að fara yfir þessi mál sem snerta Sæmundarskóla og Ingunnarskóla. En ágætt að heyra þetta hér. Nú það var ágætt að fara yfir þá glærukynningu sem hér var og fara yfir þessi helstu atriði sem snúa að framkvæmdum og starfi borgarinnar í þessum hverfum og fara í mér henni sanninn það að það eru stöðugar framfarir í þessu hverfi þótt að það sé kannski ágreiningur þar stundum í borgarstjórn hvernig menn á forgangsraða hlutunum og hver hratt hlutirnir eigi að gerast. En ég viss það að það er unnið að því á hverjum degi að í Árbæjarhverfi að gera gott hverfi betra
en það breytir ekki því að við þurfum að vera stöðugt á vaktinni og taka það hlutverk okkar alvarlega í borgarstjórn að reyna að þróa þjónustuna áfram og bæta hana og það eru fjölmörg atriði í þessum hverfum sem á standa betur að eins og ræða mín áðan bar með sér. Langaði til að minnast á 2 atriði sem ég eiginlega komst ekki yfir áðan og það annað varðandi umferðarmálin. Það sem var ábending frá íbúa um að það gæti verið betra að taka upp hringtorg í stað ljósastýrðra gatnamóta, þá myndi umferðin flæða betur og síðan var einnig athygli vakin á málefni sem hefur reynda verið rætt hér áður og það er vatnsflóð sem verða stundum í ánni bugðu og geta skapa hættu. En við höfum fjallað það á öðru vettvangi og ég veit ekki betur en að það mál sé í ágætis farvegi. Þannig ég þakka bara fyrir þessa umræðu og vona að íbúar í Árbæ hafi fylgst með henni og hún hafi verið upplýsandi. Hún var það að minnsta fyrir mig. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá hefur ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og við förum í 3. mál á dagskrá sem umræðum að gera fjármál hverfanna aðgengileg. Þá tökur borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir fyrst til máls. Hér erum við með umræðu tillögu sem að samþykkt var að vísa til fjárhagsáætlunargerðar í maí síðastliðnum, semst fyrir 6-7 mánuðum síðan. Tillagan hljóðaði svona með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að upplýsingar fjármál hverfanna verði gerðar aðgengilegar á vef borgarinnar. Þannig verði skilgreint hvaða kostnaður verði til vegna þjónustu og framkvæmda í þágu íbúa ólíkra hverfa. Greinargerðin hljómaði svona. Vorið hefur á því að borgarbúum finnist að ójafnt sé skipt hvað varðar fjárfestingar í ólíkum hverfum borgarinnar. Mikilvægt að gera fólki kleift á að fá upplýsingar hvað þetta varðar. Því lagt til að útbúum verði sýn á fjármálaleg gögn eftir hverfum þannig að sjá megi hvernig útgjöld skiptast. Skoða verði hvaða kostnaðarliðir falli undir þá skilgreiningu að vera í þágu íbúa hverfanna og þau gögn dregin saman til að auðvelda aðgengi. Eins verði skoðað hvaða liðir eru miðlægir og eru þess eðlis að þeir eigi ekki heima í einu hverfi frekar en öðru, heldur nýtist öllum frekar en einu hverfi. Það áttar sig nú allir á því að hér þarf auðvitað að fara í gegnum alls konar skilgreiningavinnu áður en við endum uppi með eitthvað sem hægt að segja sátt verði að segja ok, hérna er komin einhver rammi utan hvað getur talist til fjármála hvers hverfis og eðlilegt er að horfa á það sem kostnað íbúa. Ég held vegna þess að allavega þar sem ég hef hitt íbúa Reykjavíkur þá hefur þessi umræða verið mjög áberandi. Og það virðist vera íbúar eystri hverfa borgarinnar telja á sig hallar. Þeir telja að þeir fái ekki sömu umönnun eða sömu virðingu eða sömu einhvern veginn umhyggju og hverfin niður í bæ. Og það er ástæða fyrir okkur að sinna því þegar umræðan er orðin svona áberandi. Og ég held að það hafi allir skilið hér í þessum sal í maí og þess vegna var samþykkt að
vísa þessari tillögu inn í fjárhagsáætlunargerðina fyrir næsta ár. Núna liggur auðvitað sú fjárhagsáætlun fyrir og ég spyr og mig langar bara að vita hvað varð tillöguna? Hvernig sjá menn fyrir sér að vinna þetta? Ég meina, einhver vinna í gangi sem hægt að segja okkur í raun og veru hvar og hvert við höfum að horfa til að fylgjast með bara þessu málefni. Og ég ætla ekki að hafa máli lengra, þessi umræða var eiginlega algjörlega bara til þess fallin að fá að vita hver urðu örlög tillögurnar í fjárhagsáætlunarvinnunni og bara vonandi getur einhver úr meirihlutanum gert grein fyrir því. Þá hefur borgarfulltrúinn Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og þá tekur borgarstjóri næstu til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, tillögunum var vísað til stjórnkerfis- og lýðræðisráðs og var þar tekin fyrir í tengslu við umræðum opin gögn og fjármál og gerð sérstök bókun þau við getum kallað hliðarskilyrði eða merkingar sem að hægt væri að taka upp í reikningunum til þess að sérgreina út frá til dæmis undir þáttum innan velferðar eða einstökum hverfum og svo framvegis. Þeirri vinnu ekki lokið en sem sé í þeim farvegi. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki kvatt sér ljós. Nei. Þá telst umræðu þennan lið lokið. Og næst förum við í kosningu skrifara. Ég ætlaði að biðja að taka inn tillögu með afbrigði og fundar. Já, einmitt. Ef við getum líka tekið að lokfund. Já, ekki frekar í lokin, ég að koma inn alveg óundirbúin, sko. En skrifari. Já. Fjórði liður. Lagt til að Kristín Sofía Jónsdóttir verði kosin skrifari í stað Magnúsar Már Guðmundssonar. Það það bara borðið upp. Þau sem eru samþykk, gefur Kristínu í stað Magnúsar í skrifari. Já, það kannski þá allir saman. Já, ég ætla þá að endurtaka atkvæðagreiðslu með alla í salnum. Fyrst afsökunar á að hlaupið fram úr mér. Lagt til að Kristín Sofía Jónsdóttir taki við embætti skrifara af Magnúsi Má Guðmundsssyni. Þau sem eru samþykk. Það telst samþykkt samhljóða. Takk fyrir. Ég held maður áfram. Þá förum við í fundagerðir. Lögð fram fundagerð borgarráðs frá 7. desember. Síðan það fundagerð borgarráðs frá 14. desember og það borin upp 29. liður við fjárhagsáætlun. Þarf ég að skýra það eitthvað frekar? Ég ber það upp, þau sem eru samþykk. Já, 29. úr 14. desember. Kannski taka við. Við þurfum að bera 29. lið upp. Af einhverjir óska eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið. Ef svo ekki, þá berum við þessa 2 liði upp. Já, þá berum við upp 29. lið, þeir sem samþykkja hann gefi merki. 29. liður undir fundagerð borgarráðs frá því 14. desember hér með borin upp, þeir sem samþykkja hann gefi merki.
þeir sem að samþykja 29. lið undir 5. dagskrárlið á þessari útsendri dagskrá sem viðauki að fjárhagsáætlun. Þeir sem eru til í að samþykja það, vinsamlegast sýni mér það með að rétta upp hendi. Það telst samþykkt og með 6 hjásundum. Núna tökum við 20. Nú tökum við Óskar borgarfulltrúinn eftir því að taka til máls. Varðandi fundarskap, gjörðu svo vel. Forseti góður borgarfulltrúar, við langar bara til að spyrja forseta hvort það sé ekki venja inn í borgarstjórn að ræða fyrst málin undir viðeigandi lið og greiða síðan atkvæði um hann í lok hans. Ég er bara að spyrja forseta hvort það sé að vera eitthvað breyting á þessu. Forseti vill svara því með það bað enginn orðið. Hér eru bornir upp 2 dagskrárliðir. Bað enginn orðið? Undir hvaða lið? 33. Það var ekki komið að honum. Þar með ætla ég að bera upp þá enn og aftur þennan 29. Undir 5. lið, gjörðu svo vel. Jú, borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Undir 5. lið, gjörðu svo vel. Þú getur talað um það sem þú vilt undir þessu 5. lið. Forseti góður borgarfulltrúar, ég þakka forsetanum fyrir það að ég geti talað um hvað sem það er ágætt að vita það. En ég ætla að tala hérna um söluna á Sævarhöfða sem var afgreidd í Faxaflóahöfnum í nóvember og var í borgarráði í síðustu viku. En hér eru mjög sérstakt söluferli að ræða vegna þess að þarna er Reykjavíkurborg að þrýsta á að fá keypt land í eigu Faxaflóahafna fyrir verð sem hefur enga stoð. Auðvitað hefði átt áður en að til sölunar kom að fá einhverja, að minnsta 2 fasteignasala til að meta verðmæti þessa lands og ég tel það alltaf heppilegra þegar verið er að selja opinberar eigur að söluferlið sé opið, það er eðlilegasta aðferðafræðin og svo heiðarlegasta. Það að við eigum að fara að taka ákvörðun um sölu á þessu landi án þess að hafi farið fram verðmat finnst mér ekki boðlegt. Og við getum í rauninni ekki tekið upplýsta ákvörðun meðan svo er ekki. Þetta vil ég benda á og óska eftir því að þetta verðmat verði gert til þess að við getum hér, bæði í stjórn Faxaflóahafna og eins í borgarstjórn, tekið upplýsta ákvörðun sölu þessa lands. Það var borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og það var borgarstjórn næstur á mælendaskrá. Forseti ágæta borgarstjórn, það er ágætt að fara aðeins yfir þetta hér. Þetta snýst kaup en ekki sölu. Þetta snýst sölu í stjórn Faxaflóahafna en kaup hér. Þetta er fyrirtækið Faxaflóahafni sem í 75% leyti í eigu Reykjavíkurborgar sem hefur farið með ýmis lönd innan borgarlandsins og reyndar víðar, líka upp á Grundartanga og svo framvegis. Og það hefur lengi verið dregin sú lína að þegar að land er þróað til íbúabyggðar að þá sú þróun á hendi borgarinnar en þegar að land er þróað sem hafnarstarfsemi þá landið á hendi hafnarinnar. Og þá vaknar spurningin hvernig á að fara með flutning á landi milli þessara aðila. Faxaflóahafnir voru í upphafi stofnaðar þannig að Reykjavíkurhöfn rann saman við Akraneshöfn og reyndar Hvalfjarðarsveitarhöfn eða Grundartangahöfn og meira að segja höfnin á Borgarnesi og lönd eins og Geldinganes þar sem átti að vera höfn eða var aðgert tíma, Gufunes og fyllingarnar með Byrgikörfinu runnu inn í hið nýja félag. Þegar við erum að verðmeta eigum við þá að horfa á það hvað þessi lönd eru metin í bókunum. Þessi lönd
flest runnin bara á strípuðum gatnagerðargjöldum inn í hafnirnar á sínum tíma, en Bryggjukverfislandi var til dæmis ekki metið á einstu krónu. Þarna hafði verið lóðaleigusamningur frá 1969 sem ekki hafði verið greitt af, heldur átti höfnin að eignast landið eftir að gildistíma lóðaleigusamningsins væri liðinn. Þannig að þetta mjög sérstakt mál og óvenjulegt að mörgu leyti. Við töldum ekki eðlilegt að það færi á milli aðila á 0 krónum, eðlilega ekki, vegna þess í raun má líta þannig á að endurgjaldið, þar að segja lóðarleigan sem aldrei var greidd, væri þetta land sem yrði til og þess vegna ætti það að fara á milli, þar að segja að hafnirnar að fá greitt sem því nemur, en öll fjárhæðin, þetta er nú 1100 milljónir króna sem að borgin að greiða fyrir landið, kemur sem beinn hagnaður inn í bækur hafnarinnar vegna þess að þetta er ekki skráð á með neinu virði í bókunum og þetta er svona, getum kallað leynt eigið fé hjá höfninni. Þannig að þetta sem var hluti af því sem að Reykjavíkurborg lagði inn í félagið og við eigum ekki allt, heldur 75% af félaginu, að býr þá til virði sem að 25% hluta kemur í hlut annara meðeigenda, sem sýnir hvað þetta getur verið viðkvæmt bæði fyrir aðra meðeigendur að sé að vera vanmeteignir, en líka fyrir Reykjavíkurborg að einhverjar eignir sem eru færðar inn í félagið upphafi á mjög lágu verði sem séu síðan stórkostlega metnar og renna í raun að fjórðungi í hlut annara eigenda. Þarna þarf að hafa eitthvað jafnvægi og ég tel að það hefur tekist býsna vel þegar við keyptum Geldinganesi, þegar við keyptum landið undir Gufunesi, við áttum reyndar fyrir lóðarréttindin og byggingarna þar, þegar við keyptum Gelgjutangan, þar að segja þann hlut sem höfnin átti, og síðan núna þegar Bryggjukverfið eða fyllingin var keypt. Það má fara rök fyrir því að þetta sé of hátt verð, það má örugglega líka segja að þetta hefði verið hægt að verðmeta þetta miðað við byggingarheimildir og íbúabyggð, en samkvæmt skilgreiningu þá heldur höfnin ekki á landi með íbúabyggð. Það þróar hafnarsvæði og hefur tekjur í samræmi við að þessi hafnarsvæði, en þegar er að ræða byggingarlönd fyrir íbúabyggð að þá er það borgin sem að tekur við. Þannig að svona liggur í þessu, ég held að þarna hafi verið mæst á miðri leið og þetta sé sanngjarnt afgjald fyrir þetta land og reynda bara mikil tímamót að borgin eignist það, björgun fari og við sjáum glæsilegt Bryggjukverfi rísa. Þá borgarstjóri lokið máli sínu og þá einn borgarfulltrúi óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, kaup eða sala. Við erum náttúrulega beggja vegna borðsins, það er alveg ljóst. Við erum 75% eigandi í Faxaflóahöfn. Þannig að hér er það að ræða, við sitjum beggja vegna borðsins í þessu máli. Sanngjarnt verð, ég ætla ekkert að tjá mig neitt sérstaklega það, en það hefðu einhverju hlutleysir aðilar geta sagt okkur ef þeir hefðu fengið að verðmeta þetta land, hvort það er sanngjarnt eða ekki sanngjarnt og hvort það er rétt verð fyrir þetta land eða ekki. Auðvitað skiptir það máli fyrir Faxaflóahafnir að fá rétt verð fyrir þetta og það skiptir okkur sem eigendur líka að það fáist rétt verð fyrir þetta land fyrir Faxaflóahafnir. Því að öflug uppbygging innviða sem að Faxaflóahafnir hafa staðið að með glæsibrag frá stofnun félagsins verður ekki síst rakin til þess að fjárhagsleg staða hefur verið traust og við verðum að tryggja að svo muni verða áfram. Þá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við það að veita andsvar. Þá telst andsvörum lokið og borgarfulltrúi Ingvar Mar Jónsson næstur á mælendaskrá. Já, við fórum bókum. Forseti, ágæta borgarstjórn, undir 5. lið borgarstjórnar dagskrárinnar í dag fellur
fundargerð borgarráðs frá 14. desember síðastliðnum og þar segir í 12. lið, með leyfi forseta, lagt fram bréf borgarlögmanns dagsett 11. desember 2017 varðandi erindi Valsmanna HF dagsett 7. desember síðastliðin þar sem óskað er eftir breytingu á veð- og tryggingastöðu veðskulda Valsmanna HF þannig að Reykjavíkurborg gefi eftir fyrsta veðrétt á lóðinni Hlíðarendi 9-5 auk þess sem skuldabréfið hvílir nú einnig á fyrsta veðrétti á lóðinni Hlíðarendi 2 og þetta er samþykkt í borgarráði og tilvitnun lýkur. Nú þegar borgin ákveður að rýma veð til þess að bankastofnun getur komist að þá er mjög mikilvægt að hagsmunum borgarbúa sé gætt í hvívetna og skýra ber máli til þess að öllum vafa sé eitt. Þess vegna varpa ég hér fram þeirri spurningu hér í borgarstjórn hvort að þessi gjörningur samræmist hagsmunum borgarbúa og ég óska einnig eftir nánari útskýringu á þessum veðflutningum. Ég veist það ekki nógu skýrt í dagskrárliðnum úr fundargerð borgarráðs 14. september. Þess að hvert er veðið flutt og hvílir eitthvað ennþá á öðrum, mun eitthvað hvíla á öðrum veðrétti eftir gjörningin eða flyst hann alfarið á fyrsta veðrétt að lóðinni Hlíðarenda 2. Borgarfulltrúi Ingvar Már Jónsson lokið ræðu sinni og borgarstjóri óska eftir því að veita andsvarið ræðu borgarfulltrúans. Forseti ágæta borgarstjórn, það er fínt að taka þetta upp. Þarna að ræða eins og borgarfulltrúum fór yfir, flutning á veðum milli tveggja lóða sem voru metnar sambærilegar. Það er til þess að greiða fyrir því að þarna fórist framkvæmdalán til þess að byggja upp á F-lóðinni. Veðrýmið á lóðinni sem þetta flyst á er umtalsvert miklu meira heldur en veðið þannig að borgarlögmaður og skrifstofu og atvinnuþróunar mátu það svo að það væri algjörlega jafngilt. Hver eru hagsmunir borgarinnar? Fyrstulega að tryggja að veðin séu jafngild, þau eru á fyrsta veðrétti. Í öðru lagi að greiða fyrir því að þarna komist reiturinn sem er ræða til uppbyggingar. Þarna verða bankastofnun sem þetta veita framkvæmdalán til þess að fjármagna framkvæmdir og meðan á henni stendur og borgin hefur mikla hagsmuna því að það gerist sem fyrst vegna þessum leið og þannig er orðin til bygging að þá fær borgin fasteignagjöld, íbúar geta flutt inn í nýjar íbúðir og staðan á húsnæðismarkaði auðvitað eins og hún er þannig að við beitum okkur allstað þar sem við getum að því að hlutir byggist upp sem fyrst og þarna voru hagsmunir borgarna tímalaust þess eðlis að við ættum að gera það enda erum við með jafngott við eftir sem áður. Það er borgarstjóri lokið við það að veita andsvar og þá telst andsvörum lokið. Forseti hefur þú nú þegar borið upp 29. lið. Hann, á ég að endurtaka þá atkvæðagreiðslu? Nei? Þú baðst um orðið. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir því að taka til máls. Já, forseti, góða borgarfulltrúar, ég bað orðið undir 5. lið og hingað til hefur að vera þannig að við höfum svona tekið umræðan þessa liði og lokið henni og síðan gengið til atkvæðagreiðslu en það er bara svona verklag sem við hefur verið fylgt áratugi en bara ef við náttúrulega breyta þá sjálfsagt að ræða. En ég bað orðið vegna þess að ég ætlaði bara að gera hérna örstutt umfjöllun eftir 2 tillögur sem við sjálfstæðismenn fluttum í borgarráði á fundunum 14. desember undir 32. lið. Þar er fjallað um kaup á eignarhlut borgarinnar, kaup á eignarhlut Strætó BS í Þönglabakka 4 og þetta snýr að nokkrum aðgerðum sem felast í því að borgin kaupir þarna eignarhlut og gert ráð fyrir að Strætó flyttist á Hestháls í húsnæði sem hann hefur þar, skrifstofu Strætó
Og í sambandi við þessi kaup sem voru samþykkt einróma, þá bókuðu við sjálfstæðismenn og myndum á tillögur okkar endurbætur á skiptistöðinni í Mjódd og óskuðum eftir því að þeim verði hrint í framkvæmd sem fyrst. Það vilja verið gert í því skyni að bæta þjónustu við farþega á þessari fjölförnustu umferðarmiðstöð landsins. Og svo gripið niður í bókunum með leyfi forseta, fjölga þarf sætum í biðsal og lagfæra þau sem fyrir eru. Þá lagt til að skiptistöðin verði opin á kvöldin á meðan strætisvagnar ganga. Núverandi ástand óviðunandi þar sem biðsalurinn lokaður á kvöldin og farþegar þurfa þá að bíða utandyra í kulda og trekki. Þá óskað eftir því að samhliða breytingum á húsnæðinu verði áhersla lögð á gott samstarf við Íslandspóst í því skyni að tryggja áframhaldandi rekstur pósthúss í Mjóddinni. Vil bara gera þetta aðeins að umfjöllunarefni hér vegna þess að ég mjög hissa á því hvað hefur gengið hægt að laga þessi mál. Eins og borgarfulltrúar vita þá eigum við gott húsnæði í Mjóddinni, góðan biðsal sem hefur verið þar á okkar vegum í rúm 20 ár, hefur mann rétt, aldarfjórðung, og lengi vel þá var biðsalurinn opinn farþegum á kvöldina, miskusti fram eftir kvöldi, svona megnið á kvöldinu þegar strætisvagnar gengu. En fyrir nokkrum árum, ég held að það hafi gerst, ég man ekki hvort það var 2015 eða 2016, að þá var þessum biðsal lokað, hann var lokað á kvöldin klukkan 6 og opnaður seinna helgar og það óviðunandi. Við viljum að sjálfsögðu efla almenningssamgöngur í borginni og þá verðum við að standa fyrir góðri þjónustu við strætisvagna farþega og hafa þennan biðsal opinn og þá biðsali sem við höfum lagt peninga í að koma upp. Mér finnst það ekki vera góð rekstrarhugsun að hafa þá sali loka á kvöldin. Ég minni á að annar tími strætó, það er töluvert farþega í vagnunum á kvöldin og ég held að annar tími sé nú alveg skilgreindur til 7 og þannig að við sjálfstæðismenn höfum margoft bókað því tilefni okkur finnst mjög furðulegt að það skuli vera lokað fyrr. Og það hefur verið bent á það af hálfu meirihlutans að það séu breytingar framundan á rekstrarfyrirkomulagi þessa biðsalar og það er bara fínt, það er hugmyndir virðast vera bara nokkuð góðar. En af hverju þá að loka biðsalnum fyrir farþegum á kvöldin þangað til það komst til framkvæmda? Við hljótið að sjá það borgarfulltrúar á góðir að þarna þjónusta, þannig þjónusta við strætisvagnafarþega, við viðskiptavininn ekki í öndvegi að loka þessum biðsal þessari fjölförnu umferðarmiðstöð á þeim tímum sem það er mikil umferð þarna farþega þarna Þannig að við bara ítryggum það og reynda bókaði meirihlutin að það yrði stefnt á því á nýju ári að opnunartími biðstöðvarinnar í Mjódd yrði lengdur og þjónustigi farþega aukinn. Gott og vel, en af hverju ekki hægt að bara breyta því strax? Af hverju ekki hægt að bara breyta því núna? Við vitum það að ef að mönnum er alvara með því að bæta þjónustu við farþega og lengja afgreiðslutíma biðsalarins, þá þetta bara, ef borgarstjóri vill beita sig fyrir því, hann getur gert það bara núna fyrir jól. Og ég hvet hann til að gera það. Við sjálfstæðismenn höfum margoft hvatt borgarstjóra og fulltrúa meirihlutans til að beita sig fyrir því að þetta verði lagað. Það er algjörlega óviðunandi að hafa upphitaðan og upplýstan biðsal en vegna þess kostnaðar sem er ekki mikill, það sem kostar að hafa hann opinn á kvöldin, þá er það ekki gert. Þannig að enn og einu sinni þá hvetjum við fulltrúa meirihlutans til að gera gangskur að því að bæta þjónustu við strætisvagnafarþega og hafa hennar sal opinn á kvöldin og laga önnur þau atriði sem við töldum upp í bókun okkar og tekur ekki langan tíma að laga og er heldur ekki með kostnaðarsamt. En hins vegar vil ég hrósa, lýsa yfir ánægju minni með að það atriði sem við höfum gerðið margoft athugasemd við, að salirnir í Mjóddinni, þau voru lokuð almenningi, það er búið að opna þau fyrir almenning aftur og ég hef þegar orðið var við ánægju vegna þess og vil taka undir það. Og annað þessu tengt að við lögum líka fram tillögu á þessu borgarstjórnarfundi síðasta að sala farmiða yrði tekin upp að nýju á Hlemmi og þá við lögum jafnframt til að leiðakerfisupplýsingar þar yrðu bættar, til dæmis með því að setja upp leiðakort á áberandi stað
og koma fyrir skjá þar sem hægt að fylgjast með ferðum vagna í rauntíma. Einnig að klukkir sett upp á ábendistað á Hlemmi. Það verið farið yfir það hér áður, það voru breytingar gerðar á biðstöðuna á Hlemmi, bara breytingar sem eru að mörgu leyti til góðs. En hins vegar þá rétt að minna á það sem við rættum á sínum tíma og samstæðum með bókuðum, að það alveg skýrt að eftir breytingarnar þá yrðu strætisvagnafarþegar, þjónusta þeirra myndi ekki skerðast og þeir yrðu jafn velkomnir eftir sem áður inn á biðstöðuna á Hlemmi. Það spurning hvort að þróunin sé í þá átt. Farmiðar voru, ég held að biðstöðuna á Hlemmi hafi verið opnuð í kringum 1980 og farmiðar voru seldir þar frá upphafi áratugum saman. Nú ekki seldir farmiðar það lengur. Það vísað til þess að farmiðar séu seldir í verslun sem sé í sömu götu, ekki langt frá Hlemmi, en það vita margir strætisvagnafarþegar ekkert það engin sérstök athygli vakin á því. Ég held að sem ég æskilegt að taka þessa sölu á farmiðum og kortum aftur upp á Hlemmi og það hægt að gera saman eins og gert við erlendis. Ef það ekki hægt að gera það við borð með mannesku, þá það bara hægt að kaupa sjálfsala og láta hann sjá þessa sölu eins og gert við erlendis. Og bæta þar leiðakerfisupplýsingar, það sem sagt, það segir þetta sjálft að þegar menn setja upp umferðarmiðstöð eða endurbæta hennar, þá ekki rétt að draga úr leiðakerfisupplýsingum eins og hefur verið gert. Það ætti fyrir miklu frekar að auka þær, til dæmis með að setja upp skjáinn sem var nefndur hér áðan og þá hlýtur það líka að vera svona frumskilyrði held ég að hafa þegar menn eru með fjölfarna umferðarmiðstöð að hafa þar klukku. Þessi atriði vil ég nefna, svo held ég aftur að huglega það að salernin eru opin á Hlemmi og þau eru mjög snyrtileg og þetta til bóta. En það í sjálfsög umhugsunarefni að það er skilti við salernin þar sem tekið fram að þeir sem séu matargestir, þeir sem eru komnir hér til að snæða, þeir fái ókeypis inn á salernin og geti fengið kóða hjá sínu veitingamanni. En aðrir, þá væntanlega farþegar strætó, aðrir en viðskiptavinir, þeir þurfa að borga. Og þá velti ég fyrir mig borgarfulltrúar og góðir, eru þá sem sagt, teljum við að viðskiptavinir strætó, farþegar vagnanna, þeir séu ekki jafn gjaldgengir, viðskiptavinir, inni á Hlemmi, inni í þessu biðskýli sem var reist fyrir strætisvagnafarþega í kringum 1980, þeir séu ekki jafn gjaldgengir þar, og ekki jafn réttháir til að komast á klósettið, eins og aðrir sem þar eiga viðskipti. Með þessu verið að líta svo á að strætisvagnafarþegar sem kom inn í biðskýlið, þeir séu ekki viðskiptavinir, heldur bara þeir sem kaupi mat. Þetta held ég ættum að hafa í huga og vildi vekja athygli á þessum tillögum okkar sem miða því að bæta þjónustu við strætisvagnafarþega. Þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir óska eftir því að veita ansvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, kæru borgarfulltrúar, það bara ánægjulegt að fá tækifæri til þess að ræða strætó hér og fagna því að það sé að nást samningar á milli Reykjavíkurborgar og strætó flutning á starfseminni upp á Hestháls. Við teljum að það verði mun hagkvæmara að reka strætó á einum stað, allar skrifstofurnar verði þá á einum stað og einmitt þá líka Reykjavíkurborg getur þá svolítið komið inn í mjóttina og kannski aðeins svona reynt að lyfta upp svona smá andlitslyfting kannski fyrir þann biðsal sem þar er. Það var auðvitað reynt þegar það var auglýst eftir samstarfsaðilum á Hlemmi, þá auglýstum við líka mjóttina en það var ekki mikill áhuga á því þá að koma inn þar með einhvern rekstur. En hugsanlega það breytt núna og við allan að sjáum fyrir okkur að við getum, við sjáum fyrir okkur að þetta geti orðið mun skemmtilegri biðsalur, svona með þær hugmyndir sem við höfum heyrt frá Reykjavíkurborg. Að það verði opna meira, þarna verði auðveldara að fylgjast með og það verði jafnvel reynt að koma upp þarna kaffihúsi. Það er búið að ná samningum við póstþjónustuna og fleira þannig ég held að þetta getur orðið mjög til góða. Varandi hvort að ég verið opið á kvöldinu ekki, þá erum við ekki að heyra mikið óskir það hjá strætó, það er einstaka ósk en það verður ekki talið vera eitthvað sem við erum að skora á borgina sérstaklega að gera. Varandi sölu á farmiðum þá höfum við verið að reyna að komast hjá því að selja farmiða, við erum að reyna að fá fólk til þess að nota aðra lausnir, annarkort tímabilskort eða appið og
hver sem getur núna keypt sér farmiða í símanum sínum. Þannig að það þarf nú ekki flókna afgreiðslu í það, en eins líka hægt að kaupa í öllum 10-11 búðum og út allt og það einmitt þannig ein 10-11 búð við hliðin á Hlemmi. Það verið að hanna núna upplýsingaskilti sem hafa komið upp á Hlemmi, það sem svona eins og við könnumst við frá útlöndum, það sem svona telur niður hvenær næsti vagn kemur og það bara verið svona umræða hvar skilti eigi að vera og hvernig og ég held að þetta sé allt saman atriði sem að skipta máli og muni gera auðveldara fyrir farþegana að fylgjast með og taka réttan vagn og slíkt. Við höfum farið yfir upplýsingarnar á Hlemmi og almennt hefur þetta gengið bara mjög vel. Þetta samstarfi gengið mjög vel og mér finnst þessar breytingar á Hlemmi alveg til fyrirmyndar. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir lokið við það að veita ansvar. Þá telst andsvörum lokið. Og þá hafi ekki fleiri hvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið, fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa boðað bókun og vinsælast senda okkur Helgu og Hanna eitt fyrir á bingo. Við þurfum enn að bera undir 33. lið sem kaupsamningur og afsal vegna Sævarhöfða. Mig langar að biðja borgarfulltrúum að koma inn í borgarstjórnarsalinn svo við getum klárað þetta. Allir hér. Þá ber ég upp 33. lið, þeir sem eru samþykkir því gefi merki. Það telst samþykkt, einhver á móti. Það samþykkt með 10 og 5 hjásöldum. Og fulltrúar vinsælast sendið okkur bókanir undir þessum 5. dagskrárlið. Þá tökum við fyrir 7. dagskrárlið og lagðar eru fram fundargerðir forsætisnefndar frá því 15. desember, fundargerðir íþrótta- og tómstundaráðs frá því 8. desember, fundargerðir mannréttindaráðs frá því 8. og 12. desember, fundargerðir menningar- og ferðamálaráðs frá því 11. desember, fundargerðir skólafrístundaráðs frá því 13. desember, fundargerðir velferðarráðs frá 7. desember, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. og 13. desember. Enginn hefur hvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið og telst honum lokið. Þá tökum við fyrir 7. mál á dagskrá sem tillaga forsætisnefndar að fella niður reglulegan fund borgarstjórnar 2. janúar 2018. Þeir borgarfulltrúar sem eru samþykkir því gefi merki. Ekki nást einhver á móti. Ok, þá þessi tillaga felld þar sem við þurfum alla borgarfulltrúa til að samþykkja þessa tillögu. Þá höldum við reglulegan fund 2. janúar. Takk fyrir og góð skilaboð til starfsfólk borgarinnar. Við förum í 8. mál á dagskrá. Nei, við ætlum að taka fundarhlé. Já, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Oft hefur það nú komið á daginn að svo forsetinn sem hér stjórnar fundi ekki starfið sínu vaxinn. Það hefur komið í ljós við mörg tilefni, en menn hafa nú neitt að leiða hjá sér. En það þýðir ekki það að menn séu tilbúin til að láta hvað við sig ganga. Og ég geri athugasemd við það þegar að forsetinn eftir atkvæðagreiðslu sendir okkur fulltrúum Sjálfstæðisflokksins sem leyfum okkur að greiða atkvæði gegn tillögu að fella niður reglulegan fund borgarstjórnar 2. janúar, sendir okkur pillu með þeim hætti að þetta séu slæm skilaboð til þess að ákveðins hóps eða einhvers konar skilaboð. Ég frábið mér það að fundarstjórinn hann gangi fram með þessum hætti, forseti borgarstjórnar, hvað eftir annað og sendi okkur borgarfulltrúum einhvers konar pillur eftir því hvernig við greiðum atkvæði eða breyti málrómi sínum eftir því hvaða mál eru til meðferðar og til þess einhvern veginn að gera lítið úr málflutningi eða tillöguflutningi okkar sem sitjum hér í svokölluðum meirihluta. Og þessi framkoma, hún auðvitað eins og menn ætti að gera sér ljóst langt fyrir neðan virðingu forseta borgarstjórnar. Forseti borgarstjórnar hann á að vera hlutlaus í sínu störfum þó að hann sé auðvitað sitjandi pólitíkus og borgarfulltrúi, greiði auðvitað atkvæði eftir sem honum sýnist. Þá á hann í störfum sínu sem forseti að vera hlutlaus og ekki verið með einhverja stæla ummæli eins og halló, kalló, bingo, eitthvað þannig. Hann á að vera hlutlaus í sínu störfum og sýna sér óaðfinnanlega hegðun sem fundarstjóri og það því miður gerir hann ekki. Nú var þetta þá tillögu sem hér til umfjöllunar og við leiðum okkur atkvæði gegn. Þetta umræða sem við höfum tekið áður.
við borgarfulltrúar við fáum okkar jólafrí 2. janúar, þetta er virkur dagur í þjóðfélaginu. Þarna gengur fólk til vinnu sinnar, flestir Íslendingar ganga til vinnu sinnar á þessum degi eins og ekkert sé, og það er engin sérstök rök fyrir því að við borgarfulltrúar eigum að fá lengra jólafrí heldur en aðrir ágætir þegnar þessa lands. Þess vegna greiddum við atkvæði á móti. Stundum áður hefur þessum fundi verið seinkað. Fyrir nokkrum árum þá átti að framlengja jólafrí borgarfulltrúa með þessum hætti, en þá kom fram málamiðlunartillaga að þessu reglulega fundir frestað viku. Við erum alveg til í umræðum það eða samningu það við borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, en við erum ekki sammála því að fella það niður og þess vegna greiddum við atkvæði á móti. Og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá er borgarstjóri óskað eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að þessar skeytasendingar sé nú kannski óþarfi. Það var nú hugsun meirihlutans og ég held að það hefði borist til minnihlutans að með því að fella niður fund 2. janúar væri verið að opna fund 9. sem er í vikunum þar á eftir, þannig að við myndum alltaf tryggja að verið 2 fundir í janúar, þannig gerum við þetta á þessu ári. Stundum hefur við haldið fund en í raun haft samkomulag að ekkert væri sett á dagskrá, og ef það geti orðið til lausnar á þessu máli þá erum við opin fyrir því, en að sjálfsögðu er ég bara fullur tilhlökkunar að hitta ykkur 2. janúar ef það er ekki aðrar hugmyndir uppi. Það er afmælisdagur föður míns og ég reyni einmitt ofta að gera mig glaðan dag á því tilefni. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá er þessum dagskrárlið lokið. Við gerum stutt fundarhlé á þessum fundi.
Þá fundið framhaldið. Forseti þarf að bera upp að taka inn tillögu hér með afbrigðum sem viðauki vegna uppgjörs og lífeyrisskuldbindingum við Brú lífeyrissjóð. Þeir borgarfulltrúar sem samþykki það að taka þessa tillögu inn með afbrigðum gefið með merki vinsamlegast. Hún samþykkt. Við þurfum einhver á móti fyrir gefið þið? Engin á móti. Við þurfum að bera þessa tillögu upp. Ég ætla að mæla fyrir. Já, gjör svo vel borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, hér lögð fram tillaga viðauka vegna uppgjörs á lífeyrisskuldbindingum við Brú lífeyrissjóð. Þetta mál á sér býsna langan aðdraganda í 10 ár, hefur verið freistað að ná samkomulagi á almennum vinnumarkaði við opinbera vinnumarkaðinn samræmd lífeyriskjör og í tengslum við það var gert samkomulag síðastliðið vor uppgjör á þegar áföllnum lífeyrisskuldbindingum þar sem meðal annars svokölluð stöðugleikaframlög voru notuð til að greiða upp lífeyrisskuldbindingar ríkissjóðs. Hluti af því var að snerti sveitarfélögin og sveitarfélögin undirgengust það að gera upp sambærilega lífeyrisskuldbindingar þar sem út af stóð við sína lífeyrissjóði. Það hefur verið beðið núna í meira en 6 mánuði eftir tryggingafræðilegu mati á hvert þetta uppgjör yrði fyrir borgina gagnvart Brú lífeyrissjóði og áætlun okkar í öllum fjárhagsáætlunum var að þetta yrði 15 milljarðar. Nú loksins kom þetta tryggingafræðilega mat í dag og það var auðvitað vonum seinna og út af fyrir sem mjög vont að það hafi ekki legið fyrir fyrr og verra að þurfa að taka þetta hér inn með aðbröðum en ég vil þakka borgarstjórn fyrir að gefa kost á því. Endanleg tala 15.025.158.187 krónur til þess að vera nákvæmur og það má nú segja að mat fjármálaskrifstofu að þetta yrði 15 milljarðar sé innan skekkjumarka. Við fjölluðum það í júní síðastliðnum ef mann rétt hvernig þetta yrði fjármagnað. Þar sem borgin ætlar að nýta sér fjárhagslegan styrk sinn í að staðgreiða þetta stórum hluta 10 milljarða en tekur 5 milljarða að láni vegna þess að við fáum betri kjör á þeim skuldabréfum sem við búum út heldur en okkur bauðst hjá lífeyrissjóðum. Þannig að þetta verður minni baggi á borginni heldur en á ýmsum öðrum. En með þessum orðum, það mætti auðvitað hafa þetta mjög langt mál, leggja til að þessi viðauki vegna uppgjörs og lífeyrisskuldbindingum við Brú lífeyrissjóð verði samþykktur. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá ber ég þennan viðauka upp. Þeir sem eru samþykkir honum, gefið merki. Einhver á móti, hann telst samþykkur. Þá á ekkert annað eftir að gera á þessum fundi en að lesa upp bókanir og vill forseti biðja fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að koma hingað upp og lesa upp bókanir vegna 5. dagskrárliðar. Já, ég ætla að leggja til að það yrði tekin upp aftur tillagan. Já, forseti Guðborgarfulltrúar, það bókun vegna 33. liðar í fundargerðinni frá 14. desember í borgarráði vegna kaupa á Sævar Höfða 33 og hún hljóða svona: Reykjavíkurborg þýstir að fá keypt land í eigu Faxaflóahafna fyrir verð sem engan stoð hefur. Að lágmarki hefði átt að fá mat fasteignasala á andvirði landsins ásamt upplýsingum það hver söluverðmæti byggingaréttarins muni verða þegar landfyllingum lokið og deiliskipulag hefur verið samþykkt. Engin ástæða til þess að ganga frá málunum fyrir fullnægjandi upplýsingar liggja fyrir þannig að hægt sé að taka upplýsta ákvörðun. Þá er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu. Lokið við að gera grein fyrir bókun undir 5. dagskrárlið. Eru allar bókanir komnar. Þá hefur verið óskað eftir því að greiða atkvæði vegna 7. dagskrárliðar aftur og hefur forseti orðið við því og þá hefur borgarstjóri óskað eftir því að taka til máls. Forseti ágæta borgarstjórn, eftir
óformlegt samráð hér á fundinum að þá held ég að geta orðið til sáttar í því að við myndum bæta viðaukatillögu við tillöguna. Þannig að hún myndi ekki bara hljóða svona tillaga forsætisnefndar að fella niður reglulegan fund borgarstjórnar 2. janúar 2018, heldur viðaukatillagan verði í stað þess verði fundur 9. janúar. Þannig að það falli engin fundur niður, heldur flytjist hann í raun til. Þá er borgarstjóri lokið við það að gera grein fyrir viðaukatillögu. Þá er sú tillaga borin upp. Þeir sem að samþykkja þá tillögu gefur merki. Það er samþykkt samhljóma. Það er nú fallegt. Þá held ég að liggja ekki fleira fyrir þessum fundi. Ég vona að ég fari ekki með rangt orð hvað það varðar. Ég segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík. Ég óska borgarstjórn í heild sinni gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Fundi er hér með slitið klukkan 16:30.